Ef þið hafið hlustað á fyrri viðtöl í þessu hlaðvarpi við Ólaf Jóhann og Issu Sigurðar þá verði ég að hryggja ykkur með því að Ragnar jafn óþolandi og þau bæði. Á einhvern hátt tekst honum að tvinna saman fjölskylduna, áhugamálin og starf sitt sem lögfræðingur við bókaskrif á kvöldin. Hljómar eins og krúttlegt og smávægilegt áhugamál en þetta orðið aðeins meira en bara hobby þegar þú selur 2 milljónir eintaka af bókunuðinum, ert efstur á metsölulista í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi og meira að segja með 3 bækur á topp 10 í Þýskalandi á sama tíma. Allt þetta á meðan hann sinnir fullu starfi hjá Arion banka. Þetta þó ekki allt í vöggugjöfinni. Ragnar agaður við skrifin og kemur frá sér orðum á blað á hverjum einasta degi. Saga Ragnars á toppinn fremur tilviljunarkennd því ef hann hefði ekki spilað fótboltaleik í Skotlandi þá hefði hann mögulega ekki náð þessum áður upptöldu áfengum. Metnaðurinn var þarna líka allan tíman eins og sagan sannar sem þið heyrið í byrjun þáttar af bílprófslausa úlingnum sem fekk far hjá mömmu upp í bókaforlag til þess að bjóðast til að þýða bækur yfir sumarið sem hann fekk í gegn og gerði meðfram lögfræðinámi, fréttastarfi og svo lögfræðistörfum hjá Kaupþing. Við þræðum hagfræðina og viðskiptamódeli á bak við bókasölu. Ragnar ætti að þekkja þá hlið en hann starfar við fyrirtækjaráðgjöf hjá Arion banka í dag og það ekki jafn þurrt og það hljómar. Það bara mjög spennandi eins og þið heyrið seinna í þættinum. Við förum að sjálfsögðu yfir ferlið við bókaskrifin og svo hvernig hrunið fekk Ragnar til að kýla almennilega á rithöfundastarfið. Guð blessi Ísland. Guð blessi sömuleiðis styrktaraðala þáttarins en það eru þeir sem færa þér þetta viðtal bæði í vídeo og hljóðformi á silfurfati. Gerðu kröfu til þín og gerðu kröfu til Origo. Skoða úrval af umhverfisvottuðum Lenovo fartölvum frá Origo. Skjáirnir eru úr allt að 85% endurunnu plasti og ekki nóg með það, heldur hafa þessi skjáir blágeislavörn sem minnkar uppþurrk og skjáþrutuna svo þú getur unnið lengur. Svo er það Coke án sykurs sem eins og alþjóð ætti að vita hefur fengið yfirhalningu bæði að innan sem utan. Coke án sykurs ekki bara komið í þessar glæsilegu og stílhreinu umbúðir, heldur búið að uppfara bragðið. Fólk vil meina að þetta sé besta kók í heimi og ef þú átt bátt með að trúa þessu þá þarfst að fara rakleiðis út í búð og smakka til að dæma það sjálfur. Það reyndar annað sem þú getur gert. Þú getur farið í AHA appið og sett stafrænt kók án sykurs í stafrænu matarkörfunaðina með íslenskri ralleit innan appsins og áður en þú veist af þessi stafræna kókdós búin að raungerast því AHA skutlar henni innan tíðar heimtíðin á 100% rafmagnaða bílflotanum sínum. Þegar eru rétt inn í AHA appinu getur sett í matarkörfu með ralleit. Íslenskri ralleit. Þú getur pantað rétti frá yfir 100 veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu og fundið bestu tilboðin inn í eina og sama appinu. Við lifum á ótrúðum tímum. Íseiskýrið gamla góða eða nýja góða. Vöruúrvalið kemur sífellt á óvart. Stöðugur uppfærslu. Ef þú fórst svo mikið sem út fyrir höfuðborgarsvæðið í sumar, þá bara hlýtur að hafa gripið með þér Íseiskýr skvísu. Próteinríkt og merkt skráagatinu, en skráagatið norræn merking fyrir þær vörur sem teljast hollastar í sínu fæðuflokki. Já, kæru hlustendur, takk fyrir að hlusta, takk fyrir að subscribe á Apple Podcasts og followa á Spotify og bara fyrir að hafa gaman að þessu með mér. Ragnar Jónsson, gjörðu þessu vel. Ragnar Jónsson, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir boðið. Geturðu sagt mér, hver Björn Eiríksson og hvaða rullu spilar hann í þínu lífi? Já, hann var útgefandi hjá Skjaldborg. Já. Og þeir fyrir svona, marglegu og þeir voru að gefa út bækur og þar að meðal voru að gefa út Agathu Christie bækur á íslensku. Og þegar ég var strákur ég meni 14, 15, 16 ára þá var ég að lesa Agathu Christie alveg upp til agna og las alla bækur sem ég komst yfir á íslensku í bókasöfnum og fór svo að lesa þér á Landsbókasafninu á Hverfisgötu sem núna safnahúsi. Varstu svona alveg bókaormur bara þú varst á bókasafninu? Já, vegna þess að þær voru, nei, ekki, bara þessar á Landsbókasafninu því þær voru ekki til á bókasafninu, sko. Ég skil. Ég gæti ekki fengið að lána þær heim. En mér langaði bara að lesa allt sem var til á íslensku. Þetta var eiginlega eina sem ég las, sko. Og þannig að ég fór með pappa fyrir hádegi á laugardögum hverju viku því að þá var safnið opið og þá var ég ekki í skóla. Og hann var alltaf eitthvað grúska hvað sem var, þannig að hann tók mig með sér og ég gæti á fengið lánaðar svona bara bækur frá 1930, 40 íslenskar þýðingar, gamlar, innbundnar, rosa dýrmætar sem hvergi var þetta að lesa annars staðar. Og það voru, það eru frábæra minningar. Þannig að ég las þetta allt saman, svo byrjaði að lesa það á ensku, því að það voru ekki til fleiri á íslensku. Og ég hringdi sérst alltaf í Skjaldborg á hverju hausti og örugglega hefur Björn stundum svarað og stundum sonur hans eða einhverjir aðrir sem hafa verið að vinna þarna og spurði hvort þeir ætli ekki að gefa út nýja Agathu Christie bók fyrir jólin og hvaða bók og ég var alltaf mjög spenntur og mættur upp í Skjaldborg
leiðum að komin út til að kaupa fyrstu eintökin til þess að geta að fara heim og lesa og svo einn daginn þá þegar ég var 17 ára þá vantaði mig sumarstarf þá var ég í Vestló og ákveða að ringja eða ákveða reyndar bara að fara upp í Skjaldborg og mamma keyrði mig, ég var ekki komið með bílprófið og fór og hitti Björn og hann kannaðist við mig því hann myndi eftir ég hafði verið að ringja í hann alltaf og þessi skrýtni sem alltaf var að spyrja bækurna og ég spurði hann hvort hann vantaði kannski þýðanda fyrir næstu Agathu Christie jólabók og þetta var alltaf metnaðarfullt framtak að bjóðast til að þýða bók 17 ára þannig ég bjóst ekkert sérstaklega við að myndi segja já en hann tók mig mjög vel og hringdi svo í mig nokkrum dögum síðar og bauð mér að þýða bók og ég mátti bara velja hvaða bók sem væri og valdi styrstu bókina sem ég fann heima vegna þess að ég vissi ekkert hvað þetta tækja langa tíma. Já, þannig að þú þýddi bók sem varst búin að lesa eftir... Nei, ég reyndar var ekki búin að lesa neinu. Nei, okay. Ég bara valdi það sem ég leit út fyrir að vera styrst í hillunni og ég bara sökti mér þetta, tók allt sumarið í þetta var bara mín sumarvinna og bókin kom síðan út fyrir jólin og þetta var bara frábært samstarf þannig að við gerðum þetta í mörg ári ég held áfram að þýða bækur einu svona ári meðan ég var í Vestló og í lögfræði og svo eftir ég var farin að vinna líka og þetta var svona mín útrás fyrir sköpunar þörfina og bara áhuga minn á bókum og glæpasögum og öllu því var bara að setjast niður og geta haft alltaf hverju ári þetta áhugamál að þýða eina bók. Þannig að þetta alveg út af þessir útrás fyrir sköpunargleðina, mér finnst þetta hljóma frekar eins og bara eitthvað svona færibandavinna að þýða en það alveg eitthvað svona listrænt element þarna í þessu. Það bara mjög listrænt, já, það má nefnilega alls ekki gleyma því og því þú ert náttúrulega bara að skrifa bókinu upp á nýtt og þú ert auðvitað ekki að skapa sögun aftur en þú ert að skapa textan Einmitt, og þá kemur kannski oft svona eins og þegar fólk talar lost in translation þú getur bara gert þessu léleg skil eða góð skil algjörlega, já, sko, lélegur þýðandi getur alveg klárlega eyðilagt bók nokkuð auðveldlega í þýðingu en góður þýðandi getur lyftin ég vel enn meira upp sko. Okay. en það er mjög mikilvægt að bækur séu vel þýddar og ég finn það mjög mikið þegar að vera að þýða mína bækur og maður ég ber mikla virðingu fyrir þýðindu því ég veit þetta er mikil vinna og ég veit að maður þarf að gefa svona líf og sál í þetta og þetta er náttúrulega bara eitt listform að þýða og sem bara leggja það fyrir sig og mér fannst þetta mjög skemmtilegt og saknaði þess aðeins og þetta er öðruvís en að skrifa af því að þetta reynir aðeins á aðrar heila stöðvar held ég en þetta er hvort það gert að vinna með texta og vinna með bækur og ég myndi til ekki að vinna með glæpasögur sem ég finnst mjög sjármennandi heimur en þegar þú skrifar þá ertu með autt blað eða auðan tölvuskjá og það er náttúrulega aðeins öðruvísi áskorun þegar þú ert að þýða það ertu náttúrulega með frumtextan og það er svona meiri já það er svona þú festist kannski ekki eins sko, vegna þess að þú ert alltaf með eitthvað sem þú getur bara stokkið og það sem þú þarf að gera er að koma yfir á góða íslensku. Einmitt, en hefur þetta eins og fólk í kringu þig foreldraðinir, þetta er ekkert að koma þeim á óvart og þú sért komin á þessa braut, þú varst með pappaðinum hann að grúska á bókasafninu, er rithöfunda ferillin, er hann arfgengur eða? Já, þetta komum svo sannlega ekki óvart og ég var byrjað að skrifa bækur held ég 5 eða 6 ára, fyrstu bækurnar mínar eru held ég 6 ára, svona handskrifaðar samanbrotnar sögur. 300 blaðsíður eða? Nei, mjög stuttar og ég var byrjað að skrifa glæpasögur 12 ára, þær voru líka handskrifaðar en það voru inn í svona fínum minnisbókum, svona innbundnum, þannig að það lítið út eins og innbundna bækur, en alltaf bara eitt eindag til að hverja og þær gerðust í Bretland allar og voru mjög innblásnar af Agathu Christie og þú veist, fattaði það ekkert fyrir en kannski, og svo voru það bara í hillunni í, þú veist, árum saman og ég kveikti ekkert á því fyrir en ég fór síðan og skrifa fyrstu glæpasöguna mína að þetta hafði nú blundaði mér kannski alveg svona lengi sko, en síðan var ég að skrifa smásögur hér í Vestló og skrifa smásögur í Blöð og bara skrifa smásögur fyrir sjálfa mig oft sko, ekkert endlátt að byrta þér ljóð og fleira og þessu var haldið mjög að mér, afi minn heitinn sem var líka gaf sjálfur út bækur, skrifaði mjög mikið hann hélt í mikið að mér að yrkja og skrifa þegar ég var lítill og vildi alltaf sjá hvað ég var að gera og fá ljóð frá mér og fleira
og pappi líka og mamma pappi hefur skrifað margar bækur, frændi minn Ólafur Ragnarsson heitinn, bróðir pappa var bókaútgefandi, eitt fremsti bókaútgefandi á landinu og rithöfundur líka sjálfur og sonur hans Ragnar Helgi Ólafsson, frændi minn er líka rithöfundur, þannig að þetta er mjög í ættinni, já. Þannig að þú ert svolítið vopnaður orðum þarna, þú ert svolítið bara að skrifa og yrkja og þess að þú varst ekkert eitthvað bara, varstu eins og þú talar að varst í Vestló, varst ekki Gettu betur liðinu þar? Jú. Og hvað, þið sigruðu Gettu betur? Nei, þið gerðu það ekki? Við næstu því. Já, ég ætla ekki að ljúga því var þetta eitthvað dramatísk úrslit þarna, munaði einu stíi? Þetta var gríðarlega dramatískt, já, það munaði einni spurningu. Í alvörinni? Já. Þetta er alltaf svona. Við töpum, ég keypti 2 ára í annað skipti þá sem komist við allavega í úrslit og við töpum á loka spurningunni og það var nú þannig og hann muni ekki kunna mér en að þakka fyrir að segja þessa sögu félagi minn Haukur Eggertsson sem satt í miðjunni, var stjarnaliðsins á loka spurningu var svolítið vísbendingarspurning og hann vissi svarið í staðinn fyrir að íta á bjöllun og þá hnippti hann svona í öxlinn á mér og ætlaði að hvíslaði að mér og meðan dinglaði mér og svaraði rétt og þar fór bikarinn en sem betur fer þá tók ég upp á því nokkrum árum síðar að þjálfa Vestló með Hafsteini Þór Haugsinni vinni mínum og þá unnum við, þannig að mér tókst að vinna keppnina sem þjálfari. Já, án Haugs. Já, án Haugs, já. Fyrirverandi vinna eins sem að klúra þessu. Já, hann er fyrirverandi vinna með þegar ég segi þessa sögu. Akkurat. Þannig að þú ert svolítið sokkinn í bækurnar og fræðin, þannig get ég alveg ímynda mér. Já. Varstu mikið í félagslífinu, íþróttum eða eitthvað svoleiðis? Nei, ekki mikið í íþróttum. Þetta var bara, þú veist, á einum stað þarna á skaganum bara. Já, ég var bara læra og Gettu betur og þú veist, og ég fór ekki að stunda íþróttur eða spila fótbolta eða eitthvað fyrir en síðan, sko. Já, þannig að þú ferð, þú velið náttúrulega frekar þungt nám, þú ferð í lögfræðina. Já. Það var mættalega svolítið gefið að fara í mikinn texta og skrif og svoleiðis. Já og nei, ég var á starffræðibraut í Vestló og allir bekkjarfélagi mínir fóru nú eiginlega í verkfræði eða starffræði eða eðlisfræði eða eitthvað slíkt. Og ég var einið í bekknum sem fór í lögfræði, þannig að þetta var smá í beygja og en mér langaði líka að fara í íslensku bara, sem hefði verið enn, þú veist, stærri beygja frá starffræðibraut yfir í svona hreint tungumálanám, en já, það var svona, valið lág eiginlega alltaf þar á milli, sko. Mér fannst mjög gaman að læra starffræðina og þannig í Vestló, en mér alltaf að fara í eitthvað annað í háskóla og já, afi vildi ég fara í íslensku. Já. Hann vildi að ég myndi læra það, en pappi hafði verið í lögfræði tíma og mér fannst það svolítið heillandi. Þú veist, það er mikill texti og það er mikil svona grúsk í lögfræðinni. En það er líka bara, þú veist, það er frábælega praktískt nám og ég sá aldrei fyrir mér að ég myndi endilega sitja í réttarsal og þú veist, berjast fyrir einhverja hagsmuni skjólstæðinga þar. Það var ekki kannski endilega leiðin. Ég held að það sé mikilvægt að menn átti sér svona á því að sko eins og lögfræði að þú getur gert mjög mikið með þannig. Það er ekkert endilega að fara í þessa hefðbundu svona lögmennsku. Nei, en þú sást ekki fyrir að fara fyrir dóm eða fara með mál, þetta ekki, og sást kannski heldur ekki fyrir að fara fyrir dóm, en Nei. en hvað heillaði? Ég meina, hefðirðu lært eitthvað tengt rithöfundabransanum ef að það væri eitthvað skýrt nám fyrir það, og það er svolítið fyndið að standa kannski, frammi fyrir þessu að vera kannski góður og hafa mikið áhuga á því að skrifa og segjum bara að það væri það eina sem ég langaði að gera. Já. En þú ert einhvern veginn að hitta þarna á milli íslensku og lögfræðinar. Já, einmitt. Náttúrulega lögfræði er erfitt og það bara var svona áskorun sem heillaði með þess við það líka að sjá hvort maður geti þetta ekki, sko. Það var eitt er líka bara, ég vissi að það er auðvelt að fá vinnu, menn það er ekki þetta að lifa af ritstjórum á Íslandi í rauninni, þú veist, það er mjög svona það er allavega ekki gefið af þú veist, þýðingum eða hvað það væri, þannig að einhver leiti var praktík bara sem réði þessu, en þetta er frábælega skemmtilegt nám og mjög áhugaverð störf sem maður getur sinnt við þessu, þetta gefur mér mikið. Einmitt. En þú starfar náttúrulega sem lögfræðingur í dag? Eiginlega ekki, nei. Nei, ok. Þú ert svona komin aðeins yfir í aðrar deildir þarna. Já, ég er sem starfa hjá Arion banka í dag í fyrirtækjaráðgjöf, sem við erum svona ráðleggja fyrirtækjum bara fjármagnsstruktúr og við erum að sjá fjármagnum fyrir fyrirtæki eða sölu á fyrirtækjum, skráning á markað og slíkt. Og það er í rauninni engin lögfræði því lengur fyrir mig, en mér veist að ég byrjaði eiginlega í sömu deild þegar ég byrjaði í banka
og þá sem lögfræðingur en svona í bland aðeins að fá að kynnast inn í hliðinni og svo maður eiginlega komin heila hring aftur í sama bransa en meira bara stýra verkefnum núna. Hvernig rataður yfir í þennan geira, eða bara, ef við má kalla þetta bara fjármála geiran, þú ferð nefnilega og vinnur eitthvað í tengslum við fréttamennsku hérna í middiltíðinni, eða ekki? Jú, ég eftir ég var semst að þýða bækur einhver sumur sko. Já, heldur því áfram? Já, og svo fekk ég fyrsta sumarstarfið mitt var samt sko í útvarpi. Ég var að vinna á aðalstöðinni sem var á niður í Aðalstræti og þar var stofnuð lítil fréttastofa og ég var eini starfsmaðurinn í runni, tók eitt sumar í það að skrifa fréttir sem voru lesnar upp á klukkutíma fresti yfir daginn. Já, þá var náttúrulega bara, þessu var útvarpað bara. Já, og þetta var mjög skemmtilegt, mjög áhugavert. Þannig að þú skrifaðar upp og lastaðar upp? Nei, þeir lásu þær. Ég þurfti nú, ég vildi ekki lesa þær. Þetta var svona skemmtileg reynslu heimur og mér fannst þetta áhugavert. Þannig að ég fór síðan að vinna upp á Rás 2 eftir þetta. Í mörg sumur, þá var ég að vinna með Sigurði Tómasinni og fleira frábæri fólki í síðdegisútvarpinu á Rás 2. Og það er nú eitt af skemmtilega sem ég hef gert og ég á mjög erfitt með að sleppa hendina af útvarpi. Ég er alltaf eitthvað upp í útvarpi að gera eitthvað öðru hverju þætti eða þú veist, eitthvað dagskrá gera svona sem hobby. Hvað er það sem heillar við þetta? Ég ætti nú að spyrja því sko. Þú veist, þetta er bara frábærlega sérmennandi að geta búið til eitthvað dagskrá sem að enginn sér en bara heyrir og svo mikið frelsi og það er bara eitthvað svona gamaldags sjarmi við útvarp. Þetta er búið að vera til lengi og þetta er alltaf sami miðillinn og hann virkar einhvern veginn og þú færir hlustandan inn í eitthvað svona annan heim og hafa vald til þess og tækifæri til þess er frábært og svo þykir bara vænt þú veist stemminguna í ríkisútvarpinu. Þetta er svolítið stofnun, það er mikil saga þarna. Þú fílar sér útvarp sem miðil og þú fílar glæpasögur. Hvernig getur þú ekki verið byrjaðar með svona glæpasögu podcast? Já, það hefur verið rætt við mig. Það ekki? Jú, ég hef bara ekki haft tíma í það. Nei, ok. Nei, kannski einhvern tíma. Jú, það var bara síðast rætt helgina. Sko. Já, það. Já. Þannig að þetta er svona einskorðað við útvarpið. Þið langaði ekki að vera í fjölmiðlun eða sjónvarpi? Jú, síðan fór ég í sjónvarpi eftir þetta. Ég fór eftir ég var búin að vera nokkur ára í útvarpinu og var bara, þú veist, þeim að gera svona viðtöl í Svíþjóðsúðurfólkinu og stýra þeim þætti með öðru góðu fólki sem var mjög lifandi, mjög skemmtilegt. Þá hringdi ég mig frá sjónvarpinu, frá fréttastofunni þar og spurði hvort ég vildi prófa að taka fréttamennsku þar í eitt sumar og ég endaði sem 2 sumur þar á fréttastofunni á sjónvarpinu sem svona sumarafleysingamaður og það er náttúrulega frábær reynsla og ég myndi mæla með því að menn hafa eitthvað tækifæri á að taka þannig verkefni. Að vinna sem fréttamaður? Já, það er náttúrulega, þú fær bara allt í aðgengi að öllu samfélaginu. Þú þarft að setja það inn í öll möguleg mál, áhugaverð og óáhugaverð og vinnan er alveg trillt í raunni vegna þess að það er aldrei dauð stund og ég ber bara mikla virðingu fyrir því, þú veist, það eru menn þarna sem ég var að vinna með sem er ennþá í þessum bransa eins og Bogi Ágústsson og fleiri. Þú veist, öll þessi ár að hafa orku í að halda þetta út því að þú veist hver einasti dagur er alveg tekur fram hann bara alla mögulega orku. Já, því maður þarf að mæta bara eitthvað funda mótna til og sem farið yfir daginn og hver einasti fréttamaður hefur ekkert tækifæri að segja í dag er ég dálítið þreyttur og ég ætla bara aðeins að þú veist grúska þú þarft bara að framleiða eitthvað því annars verður bara engin fréttatími. Einmitt. Og bara verður búin að skila því klukkan þú veist 4, 5 hvaða nú er og náttúrulega í sjónvarpi er það enn meiri þú veist, þá það er svona alltaf út af myndefni líka sko. Þannig að þú getur ekki einu sem setja bara auðum höndum eða þú setja bara við inn á skrifstofunni eða þú þarf líka að vera á ferð og flugi og þetta er mikið álag frábærlega skemmtilegt en ég endist bara í 2 ár. Já. En svona að lokum því að ég var búin að prófa bæði fannst mér útvarp skemmtilega. Okay. Mér finnst með sjónvarpið það tekur svolítið frá að þurfa að myndskrita hvert einasta sekundu brot af því innslagi sem þú ert að gera. Það gera frétt eða viðtal þá fær oft ekki
efni sjálft að njóta þetta getur sjónvarpið gefið, þú veist, líka miklu meira því það getur sýnt en útvarpið gefur þér svona, það meira svigrúm fyrir ímyndunarafli. Já, og út af því þú nefndir með sko að fá útrás fyrir sköpunargáfuna við þýðingarnar, ég ætla ekki að draga úr fréttamennsku í tengslum við bara svona sköpunargáfu en hún nú kannski ekki alveg mikil eða lifandi í fréttamennskunni heldur en að búa til eitthvað svona, ég meina, segja sögur eða þess að það var það ekkert svoleiðis hjá þér? Var það nóg fyrir þig bara að búa til fréttir og Já, það þú veist, en ég segi, þú veist, það ekkert eins, það var meira sköpunarfrelsi í útvarpinu. Já. Þú veist, þá kannski, þú veist, það var svona síðdeis magasín þáttur þar sem að maður gæti verið að, þú veist, leika sitt aldrei, þú gæst svona fengið einhverju hugmynd sem var ekkert endilega eitthvað sem var að gerast í fréttunum, þú vildi bara tala við einhvern áhugaverðan mann eitthvað áhugavert eða bara opna á eitthvað skemmtilegt umræðefni óháð því hvað var að gerast. Það náttúrulega getur verið listrænt og menning og hvað eina, en fréttirnar eru náttúrulega svolítið bundin af því sem fréttnæmt. Var þetta of mikið á endanum? Heldur það að vera ástæðan fyrir að hættir? Nei, ég hætti nú bara því að ég hætti nú bókstaflega bara þegar ég var að vera búin með lögfræðin og ég þurfti að vinna við lögfræði til að mega útskrifast. Þannig að síðasta sumarið mitt varði ég að fara var að vinna hjá umboðsmanni Alþingis. Það var skilyrðið fyrir útskrift að vera að hafa unnið við lögfræði eitthvað tíma. Og þannig að ég þurfti að klára það. Það sýnir nú kannski að ég var ekkert með huga við lögfræðina mikið. Ég hef alveg verið til í meira lengri vinna á RÚV. Og þarna hefur smá lögfræðistörf en hvernig rættar hann í fjármála gera? Það var, já, bara eftir ég útskrifast þá eins og gengur, maður fer og sækir störf og ég bara, eins og ég segi, það hafði hvorki heillað mig því ég sótt að fara í lögfræðin þegar ég var búin með lögfræðina með að fara inn á lögmannsstofu og vinna þessa hefðbundu lögmannsku, þannig að ég, þú veist, á þeim tíma sótt ég hjá Kaupþingi sem var þá svona já, svona spennandi að vera dálítið stór fjárfestingarbanki, gera áhugaverða hluti og mikið að skemmtilegu fólki, áhugaverða fólki þar. Hvaða árið þetta? Þetta er 2000. Þetta er 2000? Já, þetta er svona snemma. Já, og þá, já, eða 2001 í rauninni, já, 2001. Ég tekið smá sumarstaf það líka. Það var náttúrulega spennandi hlutir í gangi? Mjög spennandi, sko. Og 2001 þá byrjaði ég þannig í fyrstu starfi og mér varst þetta mjög áhugavert og þar byrjaði ég mitt í fyrirtækjaráðgjöf því það var ekki tilnefnt lögfræðissvið í þessum banka. Þannig að maður fekk að vinna við lögfræði þar og bara var eiginlega hent út í djúpu launa, það var einn lögfræðingur hérna með mér. Og ég, maður fekk bara þurfti að prófa og læra alveg hérna á hlaupum og líka bara skilja, þú veist, í hverju fyrirtækjaráðgjöf hvað hún snýst, hvernig þú ert að vinna fyrir, þú veist, menn er að vinna fyrir stærstu fyrirtæki landsins og hjálpa þeim og þetta er svona, það er dálítið sköpun í þessu líka þegar þú lærir inn á þetta því þú veist, menn byrja alltaf með tómból þarna, hvað skil svolítið eins og á fréttastofunni og þú þarfst að hugsa bara hvað getur næsta verkefni á liði, menn hérna er eitthvað fyrirtæki sem getur þurft að kaupa annað fyrirtæki eða þú veist, þetta getur þurft að fara á markað eitthvað slíkt. Já, og þetta var náttúrulega, ég veit, þetta er leiðandi spurning hjá mér, en var þetta ekki ótrúlega spennandi eða? Út af því þið voruð alveg í suðu pottinum. Jú, ég meina þetta var mjög spennandi og ég var náttúrulega bara, þú veist, bara nýjútskrifaður krakki og ég maður hefði kannski ekkert mikil áhrif eða mikil völd, maður svolítið bara fylgdist með og lærði og það voru þú veist, mjög öflugir menn og konur í þessari deild sem ég var í, sem að síðan það var farið, þú veist, í það bara stýra bönkum eða stofna fyrirtæki eða frumkvölar hér og þar eða, þú veist, kaupa fótboltafyrirtæki. Já, og sem ekki út bækur í dag og eitthvað, þannig að menn fóru að gera alls konar hluti, þetta var frábær skóli. Já. Og já, þannig að þarna var ég í nokkur ár, fór síðan var stofnað lögfræði svið í Kaupþingi og þá fór ég þangað og var forstöðumaður þar yfir til sem ég lögfræði ráðgjöf, sem var sem sagt að sjá svona kannski lögfræðilega ráðgjöf fyrir bankan og flest öll sviðina síðan kemur þetta ágættar hrun. Já, einmitt, þarna ætla ég að fá að spyrja það, sko, og til þess að tvinni daginn yfir í, út af þú náttúrulega ekki bara búin að droppa bókunum og skrifunum á þessum tíma, en þess vegna langar maður að spyrja það, sko, hvaða áhrif, bara hvað ert að gera í hruninu og hvaða áhrif hafði það á bara þína vegferð? Já, bara í hruninu þá ég sérst bara á lögfræðisviðinu hjá Kaupþingi, svo einn daginn hreinur allt og maður mætir í vinnuna og það er allir í sjokki og Hvernig var það? Þetta var bara alveg ótrúlegt, sko, ótrúlegu dagur. Það Guð blessi Ísland. Geir Haarde var í sjónvarpinu og menn horfðu bara á fyrirtæki sem voru að vinna hjá og líklega bara
vera við það að fara á hausinn en þetta var, maður hélt samt alltaf í vonina sko, það var svona bjartsýnt fólk þarna og kannski myndi þetta bjargast eitthvað en svo náttúrulega kemur ljós að það gerist ekki en þetta leiti þá var ég mitt að skrifa sko, ég hefði verið að þýða bækur á hverju ári, alveg samhliða þessu þannig að það var svona mitt áhuga mál og mín leið til að kúpla mig frá lögfræði á kvöldin og búa til eitthvað og var örugglega bara, þú veist, að vinna í einni slíkri bók þannig að þetta gerist, en þarna var ég reynda líka aðeins byrjað að skrifa 2008 og þá var ég búin að skrifa fyrst bók sem að síðar fekk nafnið Fölsknóta og það kom sér til vegna þess að Bjartur bókaforlag hafði verið að gefa út bækur Dan Brown á íslensku og hann hafði slegið gegn með Da Vinci Code og það var verið að bíða til nýri bók frá Dan Brown þannig að Bjartur fekk þá hugmynd að auglýsa eftir einum íslenska Dan Brown Það í alveg verið að bíða eftir bara næstu bók frá já, okay. Já, og þeir farið í þessa samkeppni einhver íslenskur sem treystir sér í að stytta biðina? Já, einmitt og þannig að ég hugsa þarna var ég sko byrjaður á bók bara, þú veist, einmitt bara til gamansýrun, því ég var alltaf að gera eitthvað og skrifa eitthvað og ég var komið með eitthvað á nokkra kafli í einhverju sögu og ég var búin að hugsa hana til að enda aðeins en ég vissi ekkert hvað ég ætla að gera með hana þarna kemur svo tækifæri til þess að, þú veist, gefa mér smá deadline sko, til þess að klára bók og skilin inn í samkeppni og ég geri það og þetta og það var, síðan var engin íslenskur Dan Brown það var engin þessa keppni. Nei, okay. En þessi útgefendur sko, þeir höfðu samband við mig og svo okkur líkst vel á bókina og við erum til að gefa hann út samt þannig að hún kom út sér satt í september-október 2009 þannig að hún kom í rauninu út bara ári eftir hrun þannig að þú veist ég held kannski að hrunið hafi einhverju leyti fengið mann til þess að fókusera aðeins upp á nýtt og það var svona einhverju leyti tilvíðan að ég var akkurat að skrifa þegar þetta gerist en ég held að við kannski ég hef örugglega sett meira púður í þá vegferð heldur en ella þú veist, hefði þetta bara haldið áfram eins og var allt var bara, þú veist, á upplifu það var brjálega að gera í vinnunni og maður, þú veist, sá bara fyrir sér eina stefnu í framtíðinni sem væri bara að halda áfram í þessum bankaheimi og því það var, þú veist, mikið ævintýri út af fyrir sig en já, ég held að það hafi örugglega, þú veist, orðið þessu valdandi að maður gaf þessu meiri tíma Rithöfundastörfum. Já og hugsaði, þú veist, kannski það ekki svo galið að prófa það þetta var eitthvað svona ótrúlegt tækifæri í allir þessum hörmungum sko og örugglega miklu fleiri en ég sem hugsaði, þú veist, ég á alveg réttri leið eða langar með þess að breyta kúrs en auðvitað, þú veist, þorir maður ekkert að taka stökkið alveg og bara, þú veist, hætta í bankaheiminum og hvað þá í, þú veist, einhverju hruni þar sem að var atvinnuleysi út allt og enginn vissi neitt sko þannig að viltu halda áfram í þinni vinnu og aðeins hafa eitthvað öryggi og ég gerði það svo sem held áfram, það breyttist í Arion held áfram þar í smá tíma og fór svo að vinna meira fyrir slitastjórnina sem var verið að gera upp eignir gamla þrotabúsins í nokkur ár þannig að ég held því svona í stuttum máli þá kannski maður aðeins endur hugsaði hvað mann langaði til að gera Var einhver svona efi sem blundaði þér bara hvort að þetta væri hægt eins og þú segir það væri erfitt að lifa af íslenskri bókasölu varstu mögulega, sko, út af því þú ert góður í þessu og þú hefur greinilega alltaf verið góður í þessu og það er kannski bara svona synd að þú hefur ekki byrjað fyrr ef svo má segja, ekkert eitthvað gagnvart þínu lífi, þetta er bara að maður hefði alveg viljað, þú veist, bara að þú væri búin að verja meiri tími í þetta en þú veist, varst þú svona að halda aftur að þér, manstu eftir einhverjum svona efasemdum sem þú hafðir gagnvart því að bara gefa þessu séns? Já, þú veist, ég hef bara stöðugar efasemdur að gefa þessu séns eða, þú veist, maður er alltaf, þú veist, maður veit aldrei, ein bók gengur vel og veist aldrei með næstu sko það er eitthvað svona blundar í manni bara að hafa eitthvað öryggi og það er svona óvinnileg ákvörðun, þú veist, fyrir lögfræðing eða bankamann að fara bara alveg yfir í að skrifa já en ég, þú veist ég veist þess var aldrei að mér langaði að gera þetta
og síðan gerist það að þeir gefa út þessa bók og hafa svo samband við mig og segja, við vorum eitthvað að kynna hana hérna í útlandum og það einhver útgefandi hérna í Þýskalandi sem að er að spyrja hana og reyndar, var ekkert úr því akkurat þá en þá segir já, þú ætti kannski að gera aðra bók fyrir okkur og það er gott að vera með svona fleiri en eina og halda kannski sama aðal karakter og mér varst þetta frábært, þetta var bara skemmtilegasta e-mail sem ég fengið, bara í lífinu held ég þá, þannig 2009, þegar einhverjir útlendingar höfðu áhuga og kannski að gefa út bókina mína og ég gæti ekki hugsað með neitt áhugaverðar heldur en að fá, ekki það bara að gefa út skáldsögu, heldur hún ekki gefin út erlendis. Hvernig var hún að seljast hérna heima? Bara ekkert vel. Nei, bara einhver nokkur 100 eintök, eins og held ég sé nú bara hefðbundi fyrir fyrstu bækur. En slökti það ekkert neistan eða? Nei, ekki hjá mér og ég bara feina útgefandi minn, gaf mér fleiri sénsa. Ég meina fyrstu 2, 3, 4 bækurnar seldust ekkert eitthvað gríðarlega vel. Kannski fór svona að fara upp í kostnað fyrir útgefandan en ég meina hann veðiði bara á þetta. En þú sagðir eins og fyrstu bækur gera, er þetta alveg lenskan? Og ég meina þannig að þeir voru ekkert eitthvað snúa tilbaka strax eftir að þeir sjá að sölutölunar er ekkert rosalegar fyrir falska nótum? Nei. Bara þvert á móti, spurðu bara fleiri bækur segi. Ok. Og sem ég er mjög þakkláttur fyrir og það er ekkert sjálfgefið að hafa útgefenda sem er til í að standa með sínum höfundi og fjárfestíði til einhvers lengri tíma. Ég kannski að spóla aðeins of langt inn í nútíðina með að spyrja þessar spurningar en bara svo ég gleymin ekki, þú ert að tala um hérna, maður veit aldrei hvernig næsta bók selst og þar er líka gefið að enginn veit hvernig næsta bók selst og vel risa höfundar eins og Dan Brown og það vill svo til að þú þekkir Dan Brown þannig að mér langaði bara að forutnast, hefur eitthvað rætt þetta við hann, hefur eitthvað tímann spurt hann bara, ertu ekki stressað með næsta bók þegar það seljast ekki, út af að hann er með pressu. Já. Nei, ég hef reyndar aldrei spurt það því ég held nú raunverulega sé nú ekki mikill vafa á því að hans næsta bók muni seljast vel. Já, bara þegar nafnið er komið á forsíðunni. Já, nafnið er komið hann er komið svo langt og eitthvað til hann kemur á þeim punkti að það er nú svona meiri líkur en minni með því að næsta bók seljast svipað og svo fyrir og þetta er náttúrulega byggist svolítið bara að búa til nafnið og brand einhvern veginn menn þekki höfundin en nei, ég hef nú ekki spurt það, við hefum nú rættið mjög slægt en ekki nákvæmlega þetta en við hefum skipst alveg á alls konar góðum ráðum, það er mjög gott að leita til hans og svona bara heyra hvernig þessi heimur virkar á því leveli sem hann er á því hann er náttúrulega að fást við allskins hluti bara umbúsmenn og kvikmyndasamninga og pressu náttúrulega á að skrifa hann er náttúrulega undir pressu eins og aðrir að koma nýja bækur því að lesendur vilja það og útgefnir vilja það. Einmitt, og maður horfir á hann og hann er með sína frægð og frama og allt það og bara gengur vel en það hlýtur þetta verða til alls konar ný vandamál eins og bara einhver kvikmyndaréttur og að fólk að þýða bækurnar hans og bara hversu vel er þetta þýtt, ég vil ekki að upprunalega meistarverki sé eyðileggist í þýðingu eða þessu gerð léleg skil í sjónvarpi, alls konar svona hans vandamál eru kannski aðeins öðru sig en þín en er eitthvað samnefnari hjá okkur, eins og þú varst að tala um að það var að skiptast á einhverjum ráðum, hvað eru rithöfundar að ströggla með og bara ef við tökum inn í mengið bara Yrsu Sig og Arnald Já, menn er náttúrulega bara allan daginn að fást við þetta sama, við fást við útgefundina sína. Er það eitthvað Já, bara það getur verið upp og ofan, það getur verið frábært, það getur verið erfitt og ef það erfitt, þá skiptir maður útgefanda. Hver er deilan hann? Það getur bara verið, menn getur bara verið ósáttir við hvernig bókurum er komið á framfæri, það er eitt. Já. Og vilja að það fái meiri athygli, meiri umfjöllun. Eitthvað slíkt og eða bara eitthvað sem er ekki að virka en svo getur verið í öðrum stöðum bara gengur allt frábælega og þá er þetta bara besta samband sem þú getur átt. En eru þau ekki í einhverju svona tilkalli á þig að segja, herru Ragnar, þú verður bara að rífa það í gang, þetta er léleg bók? Getur svo sannlega sagt það líka Já, ok, þannig að þetta er alveg þetta snýst líka bókina. Og þeir getur alltaf mér út líka Já, þannig að þetta er náttúrulega allt stór furðulegur heimur útgáfa heimur. Já, og hann er, þetta er náttúrulega einhverju leiti er þetta business, það eru útgefundur í þessu til þess að græða peninga og þeir, halda sér við höfundar sem að skila
góðri sölu og henda öðrum höfundum að lokum í rauninni kannski út, svona sumir hverjir, aðrir þrauka með þeim. En þetta svo skrítið vegna þess að þetta sko svo mikla tilfinningar í þessu líka. Af því ég ekkert að selja þeim einhverja vöru sem að, þú veist, ég að framlega eldur, ég að selja þeim minn hugverk, sko. Þannig að þetta alltaf miklu persónulegra. Þetta lítur ekkert alveg sömu lögmálum og þú veist, það miklu meiri tilfinningar í þessu og menn hafa menn geta haft skoðun á alls konar hlutum sem að snúast ekkert væri ekkert ágreiningsefni kannski í hefðbundnu viðskiptum. Já, og kannski svona svolítið óþægileg stemming að þú ert að búa eitthvað til alveg frá grunni og bara byrja með hvítan striga og þú býrð bara til einhverja vöru og sendið þeim hana og þau segja, næs, bara við ætlum að græða á þessu. Já. Og þú þarft á okkur að halda. Þannig að þetta getur orðin svona einhver óþægileg kapitalísk umræða að það sé verið að græða á listamannum en listamannum þarf á þeim að halda líka. Ég get ímynda mér, ég er ekki að segja þetta sé eitthvað sem þú ert að upplifa en tókst streita þarna? Já, ég meina það er alltaf peningar í þessu og það er kapitalismi allt þar og þú veist, allt gott með það að segja en fyrir rithöfundin má þetta bara held ég aldrei snúast það sko. Þú veist, ég er að skrifa bækur af því mér finnst það bara mjög skemmtilegt og ég myndi bara vera að gera það ég vil þó enginn vera að lesa þér. Þú veist það? Já. Bara að finna? Já, alveg klárt. Ég meina kannski öðruvísi bækur eða styttri bækur eða smásögur eða eitthvað, ég veit ekki. Það er ekki svolítið að halda í það, minna það stundum á það. Ég get alveg ímyndað mér að maður tójast aðeins í svona að reyna, þessi bók gekk vel, fólk vil sjá meira af þessu. Jú, auðvitað, þú veist, jú. Sem er náttúrulega líka bara gaman að gleðja fólk. Sem er frábært, já. En ég þarf alveg að, ég passa mig alveg á því að þú veist, það stýrir ekki því sem ég geri. Og ég hef aldrei, ég held ekki til sagt, ég hef aldrei selt frá mér óskrifaða bók ekki í rauninni, ekki nema með einhverjum miklum fyrirvörum. Þannig að þú ert að segja að þú ert alltaf búinn að skrifa hugmyndin komin frá þér, þitt frumkvæði komið áður en að tekur á. Já, það tíðkast aldrei mikið í útlöndum að menn er að gera bókasamninga fram í tíman en við erum svolítið heppnir með það hérna heima því að hér yfirleitt bara gera samningur bók fyrir bók, íslensk útgefendur og þú ert svolítið að selja þýðingaréttin út og þá ertu svolítið að selja þýðingar til bóku sem þú ert búin að gera. Mér myndi finnast óþægild að vera undir og vera bundir af einhverju samningi við einhvern erlendan útgefanda að ég að skrifa einhverjar x marga bækur á næstu árum. Ég vil að það væri búið að kveða á að það að vera þennan karakter eða hinn. Ég meina, ég vil bara fara og setjast niður og skrifa það sem ég langar að skrifa. Og mér er alveg sama hvað öðrum finnst það. Þú veist, hvað einhverju útgefundir segja það. Já, ég get ímyndað mér þetta ef skuldir 10 bækur fram í tíman, það var svona komið það væri bara hræðileg tilhugsun. Já, ég myndi ekki geta unnið þannig. En fyrir ekki, þá er það meiri sko iðnaður heldur en sko eitthvað gleði. Já, algjörlega. En hefur ekkert svigrúm til þess að segja við útgefundan bara herðu, mér líður eins og ég sé ekki með bók í mér fyrir næsta jól. Jú, svo sannarlega. Já. Og það er væntanlega einhver virðing fyrir því. Já, það hefur ekki dreynt á því. Ég meina, þú stundum hefur komið upp svona samtal bara, þú veist, ég veit kannski en svo, þú veist, bara höfum við talað það og þú veist, og það var komið, ég vel bara sumar af mínum uppáhaldsbókum upp úr því þar sem að ég var kannski við það að hætta við, sko. En það hefur gengið, þetta er svona skipulag og en já, eins og segja, en ég meina hvað ég skrifa næst, þú veist, hef aldrei látið stýrast, þú veist, í rauninni látið neitt stýra því, þú veist, ég á alveg samtal og segi, þú veist, ég með þessar 2 hugmyndir og hvort líst þér betur á. Já, en þú ert líka með einhvern vinn þarna í þessu, í útgefundanum sem getur aðeins unni með þér aðeins. Já, og það er náttúrulega byrjar allt hérna heima. En svo við útlöndu fer þetta allt í gegnum umboðsmenn. Það eru bara mínir nánast samstarfsmenn að dagstaglega er bara umboðsmaðurinn minn og umboðsmenninni mínu. Já. Það er, þú veist, þetta fer þessu alþjóðlega heimur fer allt í gegnum umboðsmenn. Þú átt aldrei bein samskipti við útgefendur nema bara hérna heima. Ert þú svo eini í fyrirtækjaráðgjöfinni sem umboðsmann? Já, alltaf ekki. Það er góður status. Já, það er því. En ég dróði aðeins frá upprunalegu spurninginu Dan Brown og svona ykkar sameiginlegu þjáningu. Já. Er það mest tengt bara svona útgáfu og hvernig bara hlutur eru gerðir inn í rithöfundabransanum? Já. Og mér langar svolítið að forvitnast sko hvort að þið séu eitthvað, bara stundur sestir niður og mér langar bara ekkert að skrifa, eða ég er bara með massífa rittstíflu stundum og veit ekki hvað ég að gera. Nei, þú veist, ég lendi ekki því, mér finnst þetta svo skemmtilegt og þú veist, ég vil þarf ég frekar bara meiri tíma til að skrifa og þess að ég gerir frekar sko ef
ef ég er að skrifa ykkur kapla og mér svona leiðist sá staður í bókinni þá fer ég bara að skrifa endan á bókinni eða einhverja senu inn í miðju bókinni sem ég hafa búin að hugsa mikið og svo er eitthvað hausverkur í lokin að púsla þessu öll saman en ég þú veist, eins og bókin sem ég er að skrifa núna hún er öll í einhverjum hún er mjög brotakend í tölvinni, það myndi enginn fá neitt vit úr hún með því að lesa hana eins og hún er en ég veit, þú veist, fyrir mér gengur hún alveg upp og ég er bara, þú veist, skrifa hér og þar í henni og bara það sem ég finnst svona já, skemmtilegt fyrir sinni að þetta á að vera skemmtilegt sko. Og þetta er eitthvað sem kallar á mig og mér finnst þetta ekki, þú veist, ekki vera að vinna í þannig séð, mér finnst þetta vera áhugamál þó þetta sé náttúrulega orðin vinna. Hvenær sinnur þessu yfir daginn? Ég vil þá kvöldin ég vil senda á kvöldin það er svona fínn tími, það er bara rólegt og eiginlega bara á veturna sko. Ég skrif ekkert á sumrin. Já, það? Ég þarf bara eitthvað ég þarf frí náttúrulega frá þessu því þetta er krefjandi að sitja og, þú veist, og vera að skrifa hverjum degi það er álag í því og þannig ég tek mig frí frá því á sumrin og líka bara, þú veist, að því að ég vil vera bara úti í góðu veri eða ferðast eða eitthvað og ef það er gott veður og sól úti þá get ég ekkert setið inni í tölvuna. Heppilega gerist það ekki oft? Nei, það var ekki mikið vandamál í sumar en já, en alltaf núna eða þú veist, þegar komin í vetur, þegar komin haust og komin rigning á kvöldin og þá er þetta bara frábært, þú veist, þá líður mér bara hvergi betur en að setjast bara við tölvuna í skrifstofu sem er líka bókasafn og bækur upp alla veggi og þú veist, hvort sem ég er að skrifa eða bara lappum og randomly skoða eitthvað gamlar bækur sko. Einmitt. Þannig þetta er svona svolítið, ertu búin að umlíkja þig, þú veist, ertu með eitthvað svona verkferil á þessu, eða kemur bara heim og þú veist að þú ætlar eitthvað aðeins að grúska í þessu í kvöld og byrja aðeins að skrifa? Já, ég veit bara ég ætla að gera eitthvað á hverju meinasta degi, það er bara þannig. Já, það er reglan. Já. Hversu svona agaður ertu með þetta á móti því að þetta er bara eitthvað sem gerist? Bara mjög agaður með það að setjast niður á hverjum degi. Það er bara ákvörðun sem þú tókst? Það er ákvörðun, já. Ég læt ekki einn einasta dag slepp út sko. Í alvörinni? Já. Nema á sumrin? Já, og jólin. Já, og jólin. Já. Ok, þannig að... Já, þannig að svona desember kannski er svona svolítið frí líka. Og þetta má vera bara nokkra línur eða... Já, það er bara mismunandi sko. Einhverju klukkutíma eða... Ekki tengt ákveðin tíma, bara svona hæfilegt. Ok. Bara ná til þess að halda bókinni áfram, sko. Vera með smá framvindu. Einmitt. En eins og að fá hugmyndir til þín, ertu ég sá einhvers staðar að þú bara varir að senda þig tölvupósta með einhverjum hugmyndum? Já, ég var að því bara í morgun mér að segja. Mér það er einhverja hugmynda smásögur sem að vera að biðja mig að skrifa og ég sendi mér póst þegar í morgun. Og ertu þá bara að pára niður í símanum? Já, bara eitthvað stikkort bara svo ég gleymis ekki sko. Já. En já, þær kom bara alls þar, ég bara, þú veist, er í einhverju viðtali eða matabóði eða bara keyra eða hlusta á útvarpi og heyri einhverju sögur eða heyri einhverju tala eitthvað, þú veist, og það getur kveikt einhverju hugmynd sem er alltaf öðruvísi kannski heldur en samtali sem ég var að hlusta á, en þú veist, það þarf kannski bara lítið neista oft til þess að kveikja hugmynd, sko og oftast sko er þetta hjá mér alveg heil lengi, þú veist, bókin segir að skrifa núna, ég veist að sé örugglega 3 ár síðan ég fekk upphælega hugmyndina því hvað hún er, sko og svo púslast saman og þú veist, ég sé fyrir mér þessi karakter á veríinni, sko og við erum með þú veist, aðeins að vísa í þessar sögur sem ég að vera að skrifa og svo ætla ég að vísa í fullt af gamlum glæpasögum líka því að mér finnst það, þú veist, rosa skemmtilegt að vera með tilvísanir í eitthvað þann heim aðeins og þetta púslast allt saman og þú veist, og hálfum eitthvað stær í tölvunni, sko, en þetta er langur prósess, ég í rauninni og mjög óskipulaður, sko en samt, einhvern veginn í þessu kaosi öllu virkar þetta, sko. Þannig að þú ert væntanlega þá með nokkra bækur í gangi á hverjum tíma? Já, í huganum, já. Yfirleitt ekki í tölvunni. Yfirleitt er ég bara með einu eyru. Það er aðeins öðruvísi núna því að ég ætla að reyna að skrifa bók með Katrínu Jakobs og það er svona meira 3 ára verkefni kannski því hún er tóltið busy. Já, hún er svo hæg, hún heldur alltaf. Já, hún er í krefjandi starfi, sko. Já, ekki þú. En það er svona kannski eina skipti sem ég með aðeins svindla á því og verið að vinna í 2 verkefnum í einu. Það er neitt mjög skemmtilegt. Það er líka fínt ef þú fær leið á bókin svo að skrifa, þá ertu með aðra. Einmitt.
En eins og Ólafur Jóhann, hann var hérna og hann talaði hann með svona svipa óþolandi svar og þú að segja bara ég verð að skrifa. Já. En síðan eru hinir sem eru sko með bara handritið í hausnum sem þeir bara fá ekki til þess þeir bara fá sig ekki til þess að klára það. Já. Þetta kallar svona sterkt á þig. Þetta bara kemur út, en samt sko. Já, bara mjög sterkt. En samt þarftu svona að aga þig við þetta, eða ekki? Jú, bara, þú veist, það bara tímaskipulagning eiginlega. Já, ég skil. Já. Þið langar alltaf að gera þetta? Já, algjörlega. En auðvitað koma dagar þar sem ég hef eiginlega bara ekki tíma. Ég hef alveg, þú veist, lent í því bara eftir eitthvað, þú veist, langan dinner og skemmtileg kvöld að koma heim og skrifa klukkan 3 nótt, sko, bara því ég átti eftir að koma tróðið inn í dagskrána, sko. Þetta svona rosalegur vani? Já. Geggjað. Og þá hefur bara mögulega hendið inn nokkru línum bara til að setja checkmarki við. Já, það örugglega bara verið mjög fínt, sko. Okay. Hvenær byrjar það á þessu? Að skrifa svona reglulega? Já. Það er góð spurning. Já, það eru alveg mörg ár síðan. Ég byrjaði að skrifa fyrir svona 10-12 árum, svona skipulega. En það var kannski ekki alveg svona skipulegt fyrst. Ég meina fyrst þegar maður bara finna einhver rútínu og þú veist, og það var það kannski meira gert í einhverjum skorpum og yfir styttri tíma og lengri per dag. En ég meina, svo bara, þú veist, þegar maður er að vinna og er með líf til hliðar, þá finnur maður, þú veist, að það þarf bara, ég veit að ég ætla að skila bók fyrir næstu jól og ég veit cirka hvað það mun taka langan tíma. Þá er það bara einföld starffræði að þú þarf bara að vera duglegur. Já, nýta tíman, sko. Einmitt. Hvernig gekk þér að koma þér á framfæri svona þegar að fölsk nóta er komin út, hvar liggur leiðin yfir í bara, þú veist, og sem dæmi mistur bókiðin, situr í fyrsta sæti í Þýskalandi, eða ekki? Já. Og þú varst með 3 bækur á topp 10. Þetta er svona svolítið ótrúlegir hlutir. Það er alltaf með rithöfunda eitthvað svona þýtt yfir á svona mörg tungumál og selst í svona mikið og þessar tölur eru svo óræðar fyrir manni. Já. En hvar, þú veist, fölsk nóta seldist vantilega bara í nokkrum tugum eða hundruðum eintaka? Já, á svona 500 eintök kannski eitthvað slúðis. Ok. Já. Og hvar byrjar boltinn að rúlla? Hvernig kemur þér á framfæri? Já, síðan held ég bara áfram að skrifa hérna heima og fyrsta bók númer 2 reyndar er síðan þýtt yfir á þýsku mjög snemma, sem var alveg kostur og gallið. Það var, Ísland var heiðurskipstur á bókamessun í Frankfurt það leiti sem svo bók var að koma út, þannig að það voru margir útgefundur að leita íslensku bókum, þannig að ég var svolítið heppinn þar en það gerðist þó að lítið samt, sko. Það eru komið nokkra bækur út á þýsku nokkur ára tímabil og en þú veist, seldust ekkert eitthvað, þú veist, gríðarlega vel og það bara voru til þarna og það var gaman að því, en það var ekki grundvöllur fyrir því að hætti í vinnunni og fara að skrifa fyrir Þýskalandsmarkað en svo þetta eiginlega fer svona en Pétur Már, útgefandi minn heima hjá Bjarti, hann hélt alltaf tryggðið þessar bækur og við og beðum bara upp lesendahóp heima svona hægt og rólega, það, þú veist, þetta svona stækkaði og svo tekur þetta eitthvað stökk svona allt í einu en fyrstu árin var þetta bara svona hægt og sígandi en þetta breytist síðan, sko, í rauninni ekki fyrir en ég kom með þessa umbóðsmenn erlendis fyrsta lagi, það er lykillinn að því að koma bókum út almennilega þar og síðan þegar bækurnar fara að koma út á ensku og það gerist þannig að ég er að spila fótboltaleik í Skotlandi við milli það voru enskir og skoskir rithöfundar að keppa og enska liðið, ef ég maður rétt enska liðið, baði mig að spila með þeim það voru ekki nógu margir englendingar á staðnum. Voru mikil gæði í þessum þetta var frábært því miður ekki til á mynd en þú voru að trúa mig bara ég tekur þessu hverju orði en þar var sérst í liðinu var kona sem var útgefandi í London og eftir leikinn fórum við eitthvað að tala saman og hún kom staði, sko, hún hefði verið með bókina mína eitthvað handrit eða eitthvað fyrstu kaplana eitthvað, þú veist, frá agentinum mínu á borðinu sínu í, þú veist, eina af örugglega 100 bókum sem hún var ekkert að fara að lesa, sko. Bara vel fyrir hennar leik, sem sagt. Já. En þá segir hún, ok, ég fer bara heim núna og lesa þetta, sko, og kíkja á þetta og henni leist vel á, þannig að hún bauð í þetta og gaf sér út fyrstu bækurnar mínar í Bretlandi voru frá henni. Ok. Og það eiginlega setti, það kom boltanum af stað og það gekk mjög vel strax í Bretlandi og þá opnuðu, sko, miklu stærri markaðir og allur heimurinn vegna þess að, þú veist, þá var allt í þetta að senda bókin á ensku full þýdda
til, þú veist, Fraklands eða Þýskalands eða hvert nú væri, sko, og já, það fór mjög hratt að vatt mjög hratt upp á sig eftir það, sko. En hvar svona, þú veist, ég meina, en bók sé gefin út í Bretlandi ásamt kannski 1.000.000 öðrum titlum, bara svona yfir síðasta áratug eða hvað maður er að segja, ég er nú bara að pikka einhverja tölur hérna. Sko, ertu að tala um að þú varst að komin til einhver svona flotts útgefenda og hann var að gefa út í einhverju magni eða Nei, þetta var bara lítill útgefandi, sko. Okay. En þú veist, það var ekki fyrir en svo nokkrum ára síðar sem ég færði mig yfir til stærri útgefanda þar. En hún gerði þetta mjög vel, komið svo mjög vel á framfæri einhvern veginn og bókin bara náði einhvern veginn vel í gegn, seldist bara býsna vel, sko, og hefur vantilega verið vel skrifuð líka, við skulum ekki skilja það eftir úr jöfnunni og vel því vel því en já, og þarna náttúrulega er þá umboðsmaðurinn komið handrit á ensku sem er þetta að senda út allt því að útgefundur náttúrulega þú veist, það er augljóst að fæstir útgefundur heim lesa íslensku, það er erfitt að finna þá, en þeir lesa allir ensku. Þannig að þú, með bók á ensku ertu með miklu stærri glugga til að sína bækurnar í. Ok, þannig að þú ert með góða vöru og hún er loksins komin yfir á ensku, þannig að nú er hægt að byrja aðeins að svona potin í áttina að fleiri dreifingraðalum. Ég mitt, því að útgefandi, segjum bara í Fraklandi, þeir færi einhverja íslenska bók í hendur, ég menna hann þarf að leggja töluvert að vinna á sig til þess að, og það er töluvert áhætta fyrir hann að gefa út bók sem hann getur aldrei lesið fyrir hún er komin út og þá er hann seint að snúa við, þá er hann búin að leggja í kostnað við, þú veist, þýðinguna og útgáfuna. Það eru fáir útgefundur sem að taka það, en hún gerði það, hún, Karen sem gaf út bókina mína hann fyrst í Byrlandi, hún tók sensina, hún gat ekki lesið bókina. Heldur bara gaf hann út og þannig að það er, þú veist, leið þú ert komið með bækurnar á alþjóðlegri tungumál, þá náttúrulega það hefur svona margveldis áhrif, þú er komin á þýsku eða frönsku eða ensku. En treystið þú þér ekki til að þýða hana bara sjálfur, eða? Nei, alls ekki. Það er og ég gæti þýtt hana en ég gæti aldrei gert það eins vel og lokal þýðandi gerir. Ok. Til þess að þýða bækur það þarf þetta að vera þitt, þú veist, þitt aðal tungumál sem þú veist að þýða yfir á. Já. Það þarf að vera einhver svona tilfinning í öllum setningunum og þú veist, þannig að ég geti þýtt hana þannig að hún veri orð, þú veist, rétt, sko, en hún myndi ekki ná sömu blæbrigðum eða sömu gæðum, sko, eins og atvinnu þýðandi sem er ensku mælandi. Já. Þannig að ég verið mjög heppið með þýðendur á ensku og nei, þannig að það verður aldrei kvarlaði mér að gera það. Ég hef skrifað á ensku en það er yfirleitt smásögur og það er yfirleitt ef ég beðin að skrifa smásögur fyrir einhver erlend bækur eða tímarit þá er það svona ætlaslega það sé gert á ensku til að menn eru kannski ekki mikið að þýða úr íslensku fyrir þannig tilefni, sko. Hvað er málið með þessar smásögur? Akkur er alltaf verið að beða að hendi einu og eina smásögu hér og þar? Já, það er einhver stemming fyrir því. Það eru stundum er það fyrir einhver tímarit, það hefur verið fyrir, þú veist, einhver þýsk blöð eða breskar bækur þar sem er verið að safna saman smásögum eftir ýmsa höfunda. Það er bara svona stemming í því. Þetta er mikið, þú veist, þetta gerir kannski ekkert mjög mikið, þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er náttúrulega ekki, þetta verður aldrei metsölu bækur, smásögur, þú veist, ná aldrei sama lesendahópi og skáldsögur. Nei. En ég er alveg alveg upp við að skrifa smásögur. Mér fannst það, þú veist, þegar ég var í Vestló og síðar eins og ég nefndi áðan, var ég mikið að skrifa smásögur. Okay. Og mér er alltaf finnst það mjög skemmtilegt form. Og þannig ef einhver biður mig að skrifa smásögur, ég hef tíma til þess. Þá ger ég það nú yfirleitt og er mjög gafna. Og sumrin oft, eins og ég segi, ég skrif ekkert á sumrin, af því ég vil svona taka hlið. En ég held að það var nú alltaf liðið það sumar þar sem ég hef ekki samt skrifa smásögu af því að þú veist, þá er ég bara, þú veist, búin að vera kannski mánuð og ekkert verið að skrifa og þá er þetta bara að kitla, sko, í fingurna. Já, þetta er svona. Gera eitthvað, það er alveg þannig og þá finnst mér frábært að, þú veist, fá eitthvað hugmynd og skrifa eitthvað stutt sem ekki að taka langa tíma kannski. Ok, en þetta voru þá fótboltahæfileikarnir í grunninn sem að komið erlendis. Já, það er rétt. Þá er dreifingin hafin. Manst eitthvað, var eitthvað tímabil þar sem þú bara, heyrðu, þetta er jackpot, nú er ég bara búin að koma fram úr öllum mínum væntingum, þú veist, ég er búin að ég ætla ekki að segja meika það, en þú veist, ég er að selja bók í ákveðnum magni sem að ég bjóst aldrei við að gera. Já, ég meina það moment hefur bara komið aftur og aftur, sko, þú veist, það er bara við hverstinn, ég meina þegar, eins og þú segir, ég meina þegar þeim mest seldu bókin í Þýskalandi í fyrra, það er alltaf bara eitthvað sem er bara draumur, sko, maður getur ekkert einhvern veginn, lýst því, þú veist, það sama við mest seldu glæpasöguna í Fraklandi oftar en einu sinni og bara, þú veist, og fjöldi landana einhvern veginn, þú veist, þetta er að vera með bækur,
gefnar út, mér fannst bara eins og ég nefndi, þú veist, draumurinn mér var að fá bókina gefna út á erlendu tungumáli þegar ég var að gera fyrstu bókina. Það var kannski svona, þú veist, eins langt og ég gæti séð fyrir mér að einhver gæti lesið bókina minni í Þýskalandi, tala nú ekki ensku sem var, þú veist, þú veist, ólíklegu draumur því það mjög fáar höfundar sem kom út á ensku, það er mjög erfitt, þeir lesa ekki eins mikið af þýðingum og annars staðar. En svo bara hvert einasta tungumál, þú veist, þetta er eitthvað 30 og eitthvað tungumál núna. Þú veist, hvert einasta sinn sem ég fæði síntalum að þú veist, það sé verið að biðjum að gefa út bókina mína í Kína eða í Rússlandi eða Finnlandi eða Danmörku, þetta er allt bara eins og draumur, sko. Ég bjóst náttúrulega ekki við neina þessu. Nei, ég get náttúrulega ekki nefnt 30 tungumál, sko. Byrja þess. Þannig að þetta er bara í rauninni alltaf, þetta er bara, þú veist, þetta er alltaf bara búin að vera svolítið línlegur vöxtur hjá þér, eða mögulega bara í veldisvexti. Já, og þú veist, það er bara hversinn, ég meina þegar ég fekk fyrsta dómin í Times eða fyrsta dómin í New York Times, ég meina aftur, þú veist, eða viðtal í þessum blöðum, ég hef bara aldrei trúað því að það væri hægt, sko. Og maður er bara svona auðmjúkur að lesa þessa dóma, sko, eða þú veist, að sjá fjallaðum bækurnar sínar í svona blöðum. Hversu svona vel í stakk búin varstu fyrir bara því að taka gagnrýni fyrst? Þannig að alltaf einhverjum makkanum sem skrifar bækurnar manns og eitthvað svona New York Times, var ekki smá stress að opna það blað og byrja að lesa? Jú, bara mikið stress og bara sem betur við voru þau jákvæð, sko, en það er maður alltaf, þú ert alltaf stressaður, sko. Þú ert alltaf að, þú veist, þú ert, eins og ég segi, þú ert ekki að selja einhverja vöru sem að þú getur svo bara, þú veist, framleita eitthvað annað á næsta ári, menn þú ert alltaf að selja, sko, sálina í rauninni, örlítinn bút úr sálinni, sko. Það er sama hvað þú ert að skrifa, þú veist, þetta er alltaf hluti af þér, sko. Þannig að ef einhverjum líkar illa við það, þá náttúrulega, þú veist, þá finnur alveg fyrir því. Það er alveg sárt, sko. Sérstaklega menn eru, þú veist, taka það að manni finnst eitthvað ómaglega nálgun á það, sko. En auðvitað, þú veist, er þetta rosalega mikið smekksatriði líka. Hvað fólki finnst gaman að lesa, sko. Já. Þannig að það er í rauninni ekki þetta að deila við það, þú veist. Einmitt. Hún Yrsa Sig, þið þekkist. Já. Mér skilst að hún hafi eitthvað svona hjálpaði með, þú hafi verið að fara út til Bandaríkjanna og Bretlands að kynna bækurnar þinnar, og það hafi kannski ekki verið að ganga nægilega vel og hún grípur eitthvað inn í þarna. Já, hún hjálpaði mér bara mjög mikið. Ég, eins og segi, þegar sko á þessu tímabili frá því að bækurnar komu fyrst út í Þýskalandi, bara fljótlega eftir að ég byrjaði að skrifa og ekkert varð úr því meira, þá var það alltaf, þú veist, þá var það alltaf svona markmiðið mitt að koma út á ensku og ég svo sem vissi ekki alveg hvernig maður ætti að haga sér því og maður tristur svolítið bara á útgefandi hérna heima og svona, þannig ég fekk upp umbóðsmann til þess að koma með framfæri, en þetta er svona nálarauga, þetta er rosalega erfitt og lítill markaður fyrir þýddarbækur í enskumælandi heimi og en þannig að það sem Eisa sko sagði við mig að bara ég ætti að fara að byrja að mæta þessar bókaháttíðir í Bretlandi og síðan Bandaríkjunum og mér fannst það náttúrulega fráleit hugmyndi að ég var ekki með hennar bók að sína, þú veist, ég var nema bara á íslensku, sko. En þannig að hún, þú veist, tókaði eitthvað að spotta og tryði mér eitthvað sæta á eitthvað bókaháttíð í Bretlandi og ég bara fór með henni og mætti þar og fekk að vera í einhverju pallborðsumræðum að tala um bókina minni sem enginn hafði lesið og svona. Og þannig að ég var mjög mikið að þakka, þú veist, hún kynni mig fyrir þessum heimi og þegar þú ert komin inn í hennan heim og þá fyrir að hitta fólki sem hefur ykkur áhrif og þarna hittir maður, þú veist, útgefendur og maður hittir umbóðsmenn og maður hittir aðra höfunda og þýðendur og þetta er náttúrulega allt saman. Svo fór ég að fara á svipara hátíðar í Bandaríkjunum og þú veist, ég man einu sinni mætti ég mér til Bandaríkjana með bara nokkur eintök af snjóblindu bara á íslensku og þú veist, því það var eina sem ég hafði fram að færa. Ég þekkti engan, þar var ekki einu svona Yrsa með og það bara færi út í djúbulaugina fyrir einni einhverja hátíð einhvers staðar í miðjum Bandaríkjunum bara til að hitta fólk, sko, bara til að networka eins og maður ekki að segja slæmir íslensku og ég held þetta náttúrulega allt saman, sko, endaði síðan í þessum ágæta fótboltaleik þar sem að bara það, þetta small saman, maður hitti akkurat réttu manneskuna á réttum tíma
en ég held að ég hefði ekki verið að gera þetta, þú veist, ég var í rauninni eitti kannski höfundalögunum mínum af fyrstu bókunum mínum í bara að fara til útlanda til að kynna bækurnar mínar sjálfur. Einmitt. Já, það var kannski ekki, just ég veist að það verið meira og meira það, ég meina þetta voru, þú veist, það kostar alltaf að vera að ferðast og maður var alltaf að fjármagna það bara sjálfur en ég held hefði ég ekki gert það, þá væri ég örugglega ekkert með bækur á ensku í dag eða öðrum löndum, sko. Einmitt. Og þetta nálarauga, þú veist, þegar þú kemst þarna í gegnum þetta, maður ekki að einhver leiti bara, þú veist, því líka, maður bara hlýtur að vera smá fegin. Já, ég bara, þú veist, þetta var bara alveg, ótrúlegt, sko, og ótrúlega ánægilegt og bara hefur verið hver svona, sem að fagnar hver einustu, sko, já, hver einasta atvikið sem að, þú veist, eitthvað nýtt og eitthvað, færa mann eitthvað nær og stækka markaðinn og já, maður má ekki gleyma, þú veist, að átti segja bara á því þetta er svo sannlega ekki sjálfsagt, sko. og ég hef ekki gleymt því. Nei. Er Yrsa og Arnaldur búin að, þú veist, eins og þú ferð út á þessar hátíðir, þá einhver leiti svona spennandi að sjá, hvaða nýja Íslendingur þetta? Hvað málið með þessa Íslendinga? Já. Þú alveg tekið eftir að þið eru þarna 3 frá einhverju eyju og þið eru bara að skrifa krimma sem eru í fyrsta sæti í Frakklandi og Þýskalandi. Já, og það hjálpar náttúrulega, þú veist, það hjálpar mjög mikið og þau hjálpa mikið, beint og óbeint. Náttúrulega Arnaldur, það má ekki gleyma því, menn hvað hann var mikill og sko, en var líka á þessum tíma þegar enginn var að skrifa glæpasögur, mikill brautryðjandi fyrir Íslendinga erlendis. Þú veist, allir náttúrulega þekkja hans bækur og það gerir þetta miklu auðveldara að koma á eftir einhverjum og ég meina alltaf eftir okkur hafa fleiri komið og þú veist það eru sem betur hefur verið að gefa út alltaf 9 höfunda erlendis og við Yrsa tókum upp á því líka fyrir 3-4 árum að stofna til svona bókmenntaverðlauna hérna heima sem heita Svartfuglinn, þar sem við vorum að og er enn í gangi, þar sem við auglýstum eftir 9 handritum að glæpasögum á íslensku og það hafa komið 9 höfundar úr því sem eru bara sumir hverjir seldir, þú veist, eða þýttir erlendis meira að segja. Þannig að já, þegar maður er komin í gegnum þetta nálarauga, þú veist, þá vil maður líka hjálpa öðrum. Já. Og það er mjög gefandi. Einmitt. Hvernig ert þú svona lestu mikið eftir aðra höfunda, sækir þú innblástur einhvers staðar eða er það bara eins og talar að bara vera að tala við einhvern eða hlusta útvarpið og keyra þetta? Já, ég les sko örugglega ekki mikið á mælikvarða margar, sko, en þú veist, einhver tugi bóka ári örugglega, en ég er alltaf lesandi, sko, en ég bara hef ekki mikið tíma út af því að lífið tekur tíma, en ég er alltaf með bók með mér, þú veist, það er ekkert skemmtilega fyrir mig, mér finnst eiginlega fátt skemmtilega heldur en að lesa góða bók við réttar aðstæður, þú veist, hvort sem það er eitthvað bara úti í sólinni á sumrinni eða upp í sófa jólin eða eitthvað. Það þarf ekki að vera glæpasaga endilega? Ekkert endilega, nei, alls ekki. En ég les náttúrulega dálítið mikið af glæpasögum, en ég helst, þú veist, ég reynir svolítið bara að leita að einhverju sem er alveg nýtt og frumlegt, mér finnst það skemmtilegast. Þú eins og Yrsa og svona sér plottið strax og bókin byrjar? Já, stundum. Það fyrir mér rosalega í taugarnar mér. Þetta er sem sagt einhver formúla sem fólk er að nota? Já, þú veist, ég hef alveg bara í sumarbók sem ég ætla ekki að nefna, bara útlend bók sem ég sá bara strax eiginlega hvað stemdi, sko. Já, og þá verður maður svolítið þreyttur, sko, þannig að ég leita miklu meira að einhverju sem er alveg nýtt, sko. Við erum frábært þegar við finnum einhverja glæpasögur sem er að brjóta einhverja reglur og brjóta formið upp og þú veist, það er það skemmtilegast sem ég les, en svo bara les ég, þú veist. Já, þú veist, kaupi alveg óhemju mikið af bókum. Bara í hverju viku er ég að panta bækur á Amazon og ég næ ekki að lesa þetta allt, sko. Svo gef ég þetta bara eða eitthvað ef þetta er ekki fyrir mig. En ég er alltaf, já, bara allt sem er áhugavert sem er að koma út reyni að kaupa og lesa eitthvað. Hvernig er það fyrir ykkur sem að kunni þessa formúlu? Þið viljið ekkert lendi því að einhver lesi ykkar bók og segja, já, herrupið, ég sé nú alveg. Nei, það er hrikalegt líka. Þess vegna er það nú alltaf markmið líka að reyna að vera að skrifa undan. Já. En auðvitað, þú veist, ef þú ert að eiga við, sko, aðra höfundar sem eru mjög reyndir, það er erfitt að plata þá. Já. En markmið er alltaf að plata lesandan í þessu formi, sko. Fyndið, sko, að þú skulle vera að tala um þetta og svona því reyndari höfundar sem þú ert því erfiðar er að plata þig, en fyrir mér, þú veist, ég hef ekki glóru í hvað stefni, sko. Það er alltaf bara, þetta var morðingin, ég grínast. Nei, þú veist, það er það skemmtilegasta líka. Stundum reynir maður líka aðeins að slökkva á, sko, þessum svona
þessum greiningar hæfileikum einhvern veginn. Já, lega sér bara að fljóta með. Já, lega sér að fljóta, sko. Þú veist, það langt skemmtilegast að bara upplifa bókina. Er þetta svona svipa bara eins og horfa á bíómynd og bara fatta strax hver morðingin? Já, það svolítið henni, já. Og sömuleiðis þá líka, og það ég gleymi ekki þegar ég sá bara mynd eins og, þú veist, Shutter Island eða en Christopher Nolan bara öflugur í þessu að búa til einhver svona plot twist í lokin, sko. Já. Það sem bara þú, bara ferð svona ég ætla að segja paradigm shift bara á alla söguna, en það er líka svona svolítið það sem þið eru að keppast við í bókunum. Já. Ég bara keppast við alla daga, sko, að þú veist, í lokin sjáar eitthvað sem þú setur allt í nýtt samengi, sko. Já. Og það þarft að planta einhverju þarna í byrjun og það er svolítið að gefa upp öll verkværin sem verða notuð. Já. Síðan það maður svona einhvern veginn að reyna beina athyglinni frá morðvopninu. Já, þú mátt ekki svindla á lesandunum. Og það, svona mitt svona það tímabil sem ég les mest, sko, af glæpasögum eru, sko, millistríðsárin, bara þessar gömlu, sko, ekki bara Agatha Christie heldur líka samtímamenn hennar. Þessu svona, sem kölluð gullöld glæpasagnana. Þar voru menn mjög, þú veist, þar voru þetta svona ráðgátur og þetta var mjög struktúrerað og mjög sjarmerandi og þar voru menn bara með, þú veist, nánast sko skrifaðar eða óskrifaðar reglur að, þú veist, þú mátt ekki, eins og þú segir, þú verður að gefa lesandanum dálítið tækifæri til þess að fatta hvað þú ert að gera, sko, en samt að reyna að blekkja hana með hann, sko. Já. Og þú veist, það er kannski svona svo hefði sem ég sæki svolítið í þegar ég að skrifa þessi gamaldags ráðgátur. Þetta svona hálfgert púsluspil, lesandinn og höfundurinn, sko. En og sem sagt, öll þessi þýðingavinna fyrir Agatha Christie og fleiri, hefur þetta ekki mótandi áhrif á þig sem höfund? Eða hefur eitthvað svona fundið fyrir það bara, ég er eiginlega að skrifa bara eitthvað Agatha Christie bók? Já, þetta alltaf hefur alveg, þetta skiptir alveg máli. Fyrsta lagi, sko, að þýða bók það lesa enginn, sko, bók eins vel og þýðandinn. Vegna þess að þú ert að lesa hver einu setningu aftur og aftur. Já, þetta er svona mikil vinna. Já, og þú ert að skilja hana og skilja samhengi. Þannig að bestu editorar, sko, oft bestu komment sem ég fæ frá einhverju sem er að fara yfir bækuna minn eru bara frá þýðandanum mín í Bretlandi, því hún fer svo rosalega vel yfir bókina því hún er að þýða hana og þarf að skilja hana og þetta þarf að ganga upp. Þannig ef eitthvað hafði ekki, þú veist, ef eitthvað starf hafði eitthvað farið úrskeiðis í einhverjum kafla, eitthvað ég segi hér eitt og annars, sko, sem gengur ekki upp, sko, þá er hún eiginlega svo sem er oftast tekur fyrst eftir því. Já, hún þarf, þú veist, hún fer svo vandlega yfir textan og og já, með því að þýða bók þá, þú veist, þá brýtur hann svo mikið niður. Þú sér svo mikið struktúrin og skilur hvernig hún er byggð upp og svo náttúrulega er markmið höfundarins náttúrulega alltaf að, þú veist, lesandinn sé ekkert að sjá struktúrin. Já. Þú vilt ekkert sjá hvernig, sko, þú veist, bókin er búin til, sko, lag yfir lag, sko, heldur bara, þú vilt bara njóta endalega textans. En þannig að það kennir manni svolítið struktúr, það kennir manni bara uppmyngu á bók og hvað er hæfilega lengd. Ég meina, ég falli í þá gildrökt en að bækuna mín eru yfirleitt svipari lengd og Agatha Christie bækuna sem ég var að þýða. Það er örugglega bara, þú veist, að því að það er það sem ég var vanur því ég var að þýða bækuna. Það væru svona ekki mjög langar. Ég er ekki skrifa, þú veist, 600 blaðsina bækunar. Það eru styttri og það henta mér einhvern veginn. En svo náttúrulega lærir maður líka bara Agathu. Áhugaverða, þú veist, sniðug plott, sniðug sögusvið og fleira. En ég hef aldrei fengið á tilkynni að ég væri að skrifa Agatha Christie bók heldur bara, en það er kannski svona einhver atriði úr hennar heimi sem ég er samt að sko byggja á. Já. Það er þessi gáta, það er þessi leikur við lesandan, sko. En auðvitað er maður að skrifa bara inn í íslenskan samtíma og oft bara með einhver málefni sem er ekkit, þú veist, tengjast ekkit ráðgátunni, en þú veist, maður notar hann sem sko já, þú veist, það er leiðin til þess að fá lesandi til að njóta bókarinnar, en þú ert kannski að segja líka einhver aðra sögu á meðan sem er engin ráðgáta og engin spennusa, en það er kannski bara einhver dramatík, einhver mannlegur harmleikur eða þú veist, já, sem að mér langaði bara að segja frá en maður setur það bara inn í þetta form. Það sem náttúrulega á ekki viðnægin rök að styðjast með ykkur Yrsu og Ólaf Jóhann reyndar líka er að þið eru með þetta bara svona að gera þetta til hliðar. Yrsa talaði svolítið að hún væri bara henda sér upp í sófa með fartölun á kvöldin. Þú gerir þetta allavega daglega, það er svona ein festan sem þú ert með. Hvernig er dagurinn uppbyggður? Bara, þú veist, ég meina, ertu bara 8-4 í vinnunni og reynir svo að koma rithöfundastarfinu fyrir eða hvernig er uppbyggingin á sig? Það hefur verið svolítið þannig, já. En þú veist, það er nú svona
ég tók mér gott frí líka í sumar og svona, þannig að það nú mikill skilningur á því líka í vinnunni hjá mér að ég sé aðeins upptekin í þessu. Þannig að nei, ég sit nú kannski ekki við 9-4 en þetta svona svolítið vinna sem að þarf vera til taxi, þú veist líka bara allan sólarhringinn og kvöldina helga líka ef að þarf. Þannig að þetta púslast mjög kaotist saman, ég held að sé á að segja það, en einhvern veginn gengur þetta ennþá upp. Hefur áhuga á því sem að þú ert að gera? Ertu svona bara fjármálaheimurinn og allt þetta þú veist, ég veit, þú ert ekki að fara að segja það að þið langi ekki að gera þetta, en þetta eitthvað sem þið langaði alltaf að vinna við eða þú fannst áhuga á þessu? Já, bara og meira, þú veist, því meira sem að tíminn líður, því mun skemmtilega að finnst mér þetta. Okay. Þú veist, þetta eins og segja, þetta og sérstaklega þetta svið sem ég að vinna innan núna, sko, þessi fyrirtækir, þetta er mjög skapandi. Eins og segi vegna þess að þú ert, sko, það er ekkert handrit til að vinna eftir. Þú ert ekki að gera það sama hverjum degi bara og svo langt frá því, sko, ekki einu svona, og það er í rauninni aftur, þetta er eins og blað, eins og með að skrifa bók, þú byrjar með eitt blað og þarft að fá hugmyndir og það er, menn eru allan daginn að kasta á milli hugmyndum, sko, bara hvað geti verið næsta verkefni, þú veist, menn eru svolítið að sækja verkefni og þú kynnist öllum þessum heimi og kynnist öllum stærstu fyrirtækjum landsins og fólki sem er að gera mjög áhugaverða hluti. Máttu nefna eitthvað dæmi eitthvað sem þú hefur gert eða bara svona svo ég átti aðeins á því hvað þú ert að gera í vinnunni? Já, þú veist, það er yfirleitt opinbert eftir að við erum búin að gera það, en eitt af skemmtilega sem ég hef verið að gera síðan ég byrjaði núna hjá Arion aftur, eftir smá hlé, fyrir 2-3 árum, var að vinna með félagi sem heitir Controlant og er að já, það var eiginlega bara kannski heilt ára af þessi ég hef verið að gera, hefur farið í að vinna með þeim í að safna fjármagni og það er að verða bara eitt áhugaverðasta fyrirtæki á Íslandi núna. Frá því að þú veist, þegar ég var að byrja að vinna með þeim 2019, þá var þetta ekki alveg á hversmanns vörum. Nei. Þeir eru að vinna fyrir lyfjaframleiðendur meðal annars í Pfizer í bóluefna málum. Einmitt, það hefur náttúrulega COVID hefur hjálpað til við allavega markasetninguna og á kontrólan. Og þeir eru að gera alveg bara, þú veist, alveg ótrúlega hluti og það gefur mér mikið bara að vinna með svona fyrirtækjum. Bara, þú veist, og sjá það að vaksa bara úr því að hvað fæstir þekktu hverju það var í, þetta er að verða eitt svona áhugaverðasta fyrirtæki landsins. Einmitt, og þannig þegar þú segir að þetta er svona draumaverkefni, sko, fyrir akkurat í svona fyrirtækjaráðgjöf er félag eins og þetta að fá tækifæri að vinna með þannig aðilum, þannig að þetta, þú veist, það gefur manni mjög mikið, sko. Algjörlega, og þú segir að hjálpa þeim að fjármagna, ertu þá ekki líka bara svolítið að taka þátt í bara vegferð fyrirtækisins? Jú, sko, sem svona fjármála, þú veist, sem ráðgjafi fyrir svona fyrirtæki, þá maður alveg, fylgist með alveg hverjum sigri, sko, og það hefur verið mjög skemmtilegt, maður er svona, heyrir þeim reglulega og tekur verkefnin með þeim og já, veist, þetta er bara, já, mikið afvitri, ég ekki vilja missa því, en þetta er eitt náttúrulega að kynast áhugaverðu fólki, áhugaverðu fyrirtækjum, fólki sem er að gera mjög skemmtilega hluti, en hitt er líka bara samstagsfólki, það er frábært. Og það er nú kannski aðalástæðis að ég er ennþá að vinna í bankanum, er bara fólki sem ég að vinna með. Já. Ég myndi bara sakna þess að vera ekki innan skemmtilegt fólk og svona framúrskarandi hæfileika fólk. Já, getur verið kannski svolítið einmannlegt að vera rithöfundur. Já, ég held að það sé bara getur verið mjög einmannlegt, já. Og ég myndi ekkert vera að vinna, eða þú veist, ég væri ekkert að skrifa allan daginn, ég vil þó ég hefði allan tíma í heiminum. Nei. Það er lýjandi að skrifa andlega, þú veist, það tekur á, ég vil þó að þú veist, það hljómi ótrúverðut að það sé eitthvað erfitt að sitja fyrir fram tölvuna og skrifa nokkur 100 orð. Það er það samt, sko, að því þú ert að gefa svo mikið af þér, sko. Ég vil þú sitt bara að setja þetta á blaði fyrir sjálfæði og það verði ekkert úr því strax, sko. Þannig að ég væri kannski aldrei meira en einhverja nokkra klukkutíma á dag í því hvað sem er. Og þá væri ég restina af deginum örugglega bara hringi þessa vinnufélaga mín og beða að hitta mig í lunch hvað sem er, þannig ég get alveg verið að vinna með. Nákvæmlega. En þetta bara hendar, þetta spila bara vel saman svo lengi sem það er consistent, ef maður bara er stöðugt að skrifa. Ég get alveg trúið að maður bara slysist í það að bara kveikja frekar á sjónvarpinu og kvöldin. Já, ég er náttúrulega að passa mig á því, sko. Já. Þú veist, horfum maður alveg á sjónvarp líka og allt það. Þú hefur séð sjónvarp? Ég hef séð sjónvarp, já. En ég meina, þú veist, en þetta er alltaf í bakveirað. Ég veit bara í dag á ég eftir að, þú veist, skrifa eitthvað. Já. Og þá væri ég bara, þú veist, þá fyrir ég bara að setna að sofa. Einmitt. Eða sleppa einhverju. Sefur lítið? Nei, mér er mjög gott að sofa. Já,
en þú veist, jú, kannski svona svindla aðeins, ég svindla stundum sko. Já, en reyna að vinna þau upp við og við. Já. En svo bara út af því þú ert í svona fyrirtækjaráðgjöf og þekkir greinilega vel bara inn á viðskiptaheimin, þú ert væntanlega að vera, ég veit náttúrulega ekki alveg hvert þitt hlutverk er, en ertu mikið í samningsstöðum, þú veist, ertu að semja fyrir þessi fyrirtæki, bara eins og kontrólant eða þess að út af því þeirra safna fé? Nei, við erum svona, já, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta felst í, sko, þú veist, svo vinna sem að svona fyrirtækjaráðgjöf er að gera, þetta er bara að veita fyrirtækjum bara alla mögulega fjármálalega aðstoð, sko, og þar á meðal náttúrulega hjálpa þeim að gera samninga í tengslu við þau verkefni sko. En fyrst og fremst er þetta náttúrulega bara þekkja fyrirtæki svo að vinna fyrir og vera með þeim í liði og eða hvort sem þú veist að hjálpa þeim að safna peningum eða hjálpa þeim að fara bara á skrásjá í kauphöll eða eitthvað slíkt sko. Þú þarfst bara að þekkja þau út og inn og hafa trú á því og lykilatriði fyrst mér er að hafa trú á því sem þú ert að gera því að þú þarfst náttúrulega að selja innan gæsalapa kannski, selja eitthvað hugmynd til fjárfesta fyrir þinn viðskiptavin og þú vilt þá bara trúa á því alveg, þú vilt alltaf vera hafa mikla trúa því sem þú vilt að selja og þess vegna vil maður vinna með fyrirtækjum sem eru bara fyrsta flokks. Má spegla þetta yfir á þig síðan sem rithöfund að þú ert með þessa hæfileika og kannt á þessar bara hvernig þessi heimur virkar, en síðan ert þú með einhverja vöru sjálfur, þú ert varan, þú þarft að trúa svolítið á bókina þeirna, þú þarft að geta selt hana. Nýtist þetta eða finnst þér áttu erfitt með að gera þetta síðan fyrir sjálfa þig? Ég reyni að gera þetta ekki fyrir sjálfa mig. Ég er náttúrulega þarf að mæta í viðtöl og bókmenntahátíðir og eitthvað slíkt og tala um bækurnar, en ég reyni nú helst ekki að selja þær sjálfur. Og bara alls ekki. Það er bara önnur listgrein og ég meina, það sem ég er hjálpa ykkur fyrirtækjum að selja sig, þá er ég með umbóðsmanni minn sem að hjálpar mér að selja mig og með umbóðsmanni í Danmörku sem sér meira og minn allan heiminn fyrir mig og menn það er bara hennar vinna að vera í stöðu sambandi við útgefendur allan heim og koma mínum bókum á framfæri og hún gerir það miklu betur heldur en ég myndi gera það. Ég meina, það er rosalega óþægild að vera þeirri stöðu að þurfa að selja sjálfan sig sko. Og það er ótrúverðugt og óþægilegt einhvern veginn, maður getur ekki alveg talað um sín eigin verk eins og einhver annar getur gert. Nei, nákvæmlega. Þannig að hún er ómissandi þetta er bara ég eyði alveg ótrúlega miklu tíma í símanum með þessari ágættu konu umbóðsmannum mínum og e-mailarnir á milli okkar í hverju viku eru óendalegir þetta er en hún sér alla vinnuna og svo þarf ég bara að segja já eða nei eða hvað ég vil gera. Hvernig er það bara svona, hvernig getur þú kannski frætt okkur aðeins hvernig hagkerfið í tengslu við bókasölu virkar? Ég meina ef ég kaupi bók á Amazon á $15, hversu mikið fer til höfundarins? Já, mjög lítið. Já. Hvað erum við að tala um? Hvar fer þetta allt? Er þetta allt til Bezos á leiðin út í game þannig? Það er náttúrulega fer slatti til bóksalans, en svo bara fær útgefandinn, ég meina útgefandinn út í einum stóra heimi fær miklu meiri hlut af kökunni heldur en menn kannski halda sko. Það er ég veit ekki hvað ég get kannski ekki sagt einhverja tölur en ég meina þetta eru bara einhver nokkur prósent sem að fara til höfundarins sko. Magna, með að þetta er það sem að þú ert að búa til alveg frá grunni sko. Þú ert bara ómissandi partur af því að þessi vara sé nokkuð tíma til. En á móti kemur að þá myndi útgefandi segja bara það eru 1000 höfundar sem við getum leita til. Þetta hljómar svolítið gamaldags sko. Mér finnst þetta er svona eins og útgáfufyrirtækin í gamla daga með að bara þú þarft á okkur að halda við þurfum ekkert á þér að halda. Sem breytist það mjög hratt sko, með bara tilkomu Spotify og streyminsveitana og þess. Algjörlega, og maður er alltaf að reyna að taka þetta meiri í sínar hendur sko, eða að bara hafa meiri stjórn á því og semja betur, þannig að það er náttúrulega hlutverk umbóðsmanns er að semja betur í hvert einasta sinn, þú gerir eitt samning og bókin gengur vel og þá næsti þá náttúrulega viltu fá meira. Já, þannig umbóðsmaðurinn er á milli þín og útgefandis líka. Já, hún semur þetta allt. Já. En eins og Dan Brown sem er bara risi í þessu, hann er nú örgli ansi góður stöðu til að segja, við erum nú aðeins bara lítið aftur yfir þessar prósentur. Ég ætla bara að gera á fyrir að hann sé með herri prósentur í ég. Það sé augljóst. En þetta er bara þannig, þetta er bara leikur og það er bara samningaviðræður
og þetta eru hérna, en þetta bara leikur sem að ég spila bara sem áhorfandi sko. Ég bara með fólki því að gera þetta fyrir mig og ég bara, maður má ekki láta þetta gleypa sig sko. Því að þú veist, maður væri allan daginn að spá í því hvort að það eru hérna, svona mörg prósent eða svona mörg prósent þarna fyrir rafbóka eða hljóðbóki í þessu landi eða eitthvað, ég læt bara einhvern sjá þetta og því, þú veist, það eina sem ég hef áhuga á í rauninni er að skrifa þessar bækur. Já, og missi kannski bara sjónur af því öllum hasardnum að vera að pæla í einhverjum prósentum og... Já, þá fer fókusun kannski bara að þetta sé allt í einu fyrir að snúast pening en ekki sköpunina. Það er mjög hættulegt og hérna, maður þarf að passa sér mjög á því. Auðvitað vill maður líka samt, þú veist, þá ég segi þetta, þá vill maður alltaf auðvitað, þú veist, ekki heldur að einhver útgefandi sé að svindla á manni, sko. Nei. Þú veist, og það er svona réttlætismál líka, að það sé komið vel fram með mann og hérna, og eitthvað, þú veist, ef maður lærir eitthvað þessum á þessari vegferð, þá, þú veist, reynir ég líka bara að deila þið með öðrum og maður svona, reyna hérna, ef einhver höfundar eða einhver leita til mér, maður er alltaf búin að hjálpa. Hvernig best að tækla hennan furðulega heim. Já, ég held að sé nú alveg þarf fyrir það hérna á Íslandi líka. Það er ekki margir sem að geta miðlað sinni reynslu, en þó nokkur með við höfðatölu, sko. Já. Það er svolítið magnað. Hvað svona heillaði þig og hvað finnst þið gaman að gera utan skrifana? Þú átt fjölskyldu? Já, það er náttúrulega skemmtilegast, sko. Að vera með börnunum. Það er náttúrulega fyrst tíma ekkert að skrifa þegar börnin eru vakandi, sko. Þannig að þetta er svona sent á kvöldin? Já, það er náttúrulega ein ástæðan og svo eru bara ég meina áhugamál, ég hlusta mikið á tónlist mikið á bara hverskis tónlist, líka klassísk tónlist mikið á sjá symfóníur og óperur og fylgist mikið með Víkingi Heiðarvinum mínum. Já, þið voruð að skrifa eitthvað saman líka? Já, við skrifum smásögu fyrir Auðvitað smásögu? Já, og fer svolítið bara þegar hann er úti, þá er stundum að hitta hann og hlusta á hann og þannig að það er eitt svo að lesa mikið reyna að ferðast, mér finnst það mjög skemmtilegt það er ekki verið auðvelt núna en það er hins vegar mjög gaglegt að geta blanda því saman við bækurnar því að mann er búið hingað og hangað heiminn. Já, en þú ert meira kannski í svona einhverjum erindagjörðum á ferðalögum? Oft já, en það er náttúrulega frábært líka bara að ferðast frjáls sko. Eitthvað upp á land eða? Já, ég meina London er svona mín borg. Já, ok. Svolítið. Svona, mér líður svolítið eins og ég heima þar. Bjóst við eitthvað svona, Hoi An í Vietnam eða eitthvað? Nei, en þú veist það, ég með að fara til alveg ótrúlegustu landa. Mér finnst frábært líka að vera í Bandaríkjunum. Ég hef ekki komist þangað lengi. En já, ég hef alls konar framandi lönd, eins og Seychelles, frábært, það var mjög magnaði að fara þangað. Bútan í Asíu, fór þangað fyrir nokkrum árum. Það er ótrúlegt land líka. Alltaf við bókana? Nei, þetta var fyrir þær. Nei, hvort að þessu var bókatengt. Sko. Ok. Einu sinni fór ég nú að bókahátíð í Hawaii, það var mjög fínt. Já, það er alveg til ég að fara á fleiri þar. En já, það er ímyndilegt. Og svo bara ef ég áhuga íþróttum. Fótbolta. Já, fótbolta. En þú, ert ekki bara vinur hans, Víking Seðars, þú ákast að læra á píanó. Já. Hvernig gengur það? Það gengur bara þokkalega, þú veist. Fyrir mig, ég náttúrulega spila ekki opinberlega en nei, ég keypti mig píanó fyrir svona hvað ég að segja, ég veit ekki 7-8 árum. Ég heyrði nefnilega að það hafi verið bara flíl. Já, nú á ég flíl, svo keypti ég flíl já, fyrst keypti ég píanó og svo ég segi ég þarf að eiga flíl nú á ég flíl, sko, og já, ég fór í einhverja nokkra tíma ég lærið aldrei á píanó sem bad en þetta blundaði alltaf rosalega mikið í mér finnst þetta áhugavert hljóðfæri og aðgengilegt og fallegt að hlusta á það. Þetta er líka svona svolítið A-típu hljóðfæri, sko. Þú veist að manneskja sem er bara góð í námi og getur lesið og skrifað og allt þetta, hún kann að þetta á píanó eða fiðlu, sko. Já, einmitt, kannski, sko. Þannig að þetta var bara draumur hjá mér og svo keypti ég þetta píanó og svo setna flílinn og fór í einhverja nokkra tíma. Ég var ekkit mjög duglegur að mæti í þessa tíma en það hefur alltaf svolítið mikið að gera og en ég gerði það í 1 eða 2 ár og hjá kennara. Og ég bara keypti mér allar bækur sem ég gæti fundið hvernig þú lærir að lesa nótur, sko. Ég hef aldrei lesið einu einasta nótur, sko. Já, kunni það ekkert. Nei, ég kunni ekki neitt, sko. En þetta er sko bara eitt að skemmtilega sem ég geri er að spila á píanó. Það? Já. Og það er vegna þess að það er mikið að gerast, að mikið áreiti allan daginn, því ég er í vinnunni eða ég er að skrifa eða ég er í símanum við það ræðum einhverja bókasamninga og eða einhverjum viðtölum og sorry og
en þegar ég sko sest við píanóið eða flíilinn og hérna með einhverja nótur þá get ég bara ekki hugsað neitt annað heldur en að ná þessari nótur rétt. Það er ómögulegt að vera með hugan við eitthvað annað með. Þannig að þetta er algjörlega hinn fullkomna slökun. En síðan þegar þú segir sko að þetta sé skemmtilega sem þú gerir, þetta getur náttúrulega verið rosalega, náttúrulega fyrir eftir hversu yfirvegaður einstaklingur þú ert, en þetta getur verið rosalega krefjandi sko og þú ert svona svolítið að berjast við að ná þessum nótum, en síðan þegar það byrjar að flæða og þú getur sest fyrir framan píanóið og náð einhverju óbrotnum 30 sekúndum, það er mjög gefandi. Þetta er bara ótrúlega skemmtilegt og ég ætla nú ekki að ljúga því ég sé að spila einhver flókinverk sko. En þú veist, bara lög sem ég finnst skemmtileg eða þú veist, einhverjar einfaldar útgáfur af einhverju klassík og eitthvað og já, ég meina að þú veist þetta finnst mér frábært og ef þú kemur einhvern veginn í mat til mín þá mun ég örugglega spila fyrir þig sko, en þetta verður aldrei opinbert. Eru aldrei að fara að sjá eitthvað svona Víkingur Heiðar í Hörpu að klára tónleikana og síðan býður hann Ragnar Jónasson vin sinn upp á svið til þess að loka þessu? Nei, ég hef einu sem spilað samt í Hörpunni fyrir Víking sko, en það var engin annar. Já, bara fyrir hann? Já. Það, maður þarf nú ekki mikið fleiri. Nei, ég þurfti ekki fleiri. Og þeir eru náttúrulega á flíilinn þeirra? Já, ég má kannski ekki segja frá þessu. Nei, hann var að spila eitthvað. Hvað heitir eftir flíilinn? Steinway. Já, sem er það flottasta? Já. Og heyrir þú alveg, ert alveg komin það langt í þetta og þú heyrir mun? Ég heyrir nú alveg munin, já. Okay. Já. En við ætlum síðan að taka einhvern koma einhvern fram saman í Þýskalandi, ég held ná næsta árið eitthvað, það var eitthvað plan við Víkingur. Það er svo, ég ætla samt að lesa og hann að spila sko, það er ekki öfugt sko. Ok, þannig að það verður upplestur og píanóspil. Já, það er eitthvað plan. Ok, þetta hljómar þess að ég svona smá fyrir svona gamlar sálir. Já, ég er mjög gömul sál. Þú ert það? Já. Ok, það er kannski meira það, ég var að reyna að skorða þetta við A-típuna sko, en þetta er eiginlega bara gamla sálin heldur. Já, algjörlega, ég meina ég les gamlar bækur og hlusta á gamla tónlist. Þú veist, jazz frá 1950, 60 geggjað sko. Já, ég bara, maður veit það ekki fyrir maður hefur heyrt það, ég þarf að kynna mér það. Herðu, Ragnar, ég ætla bara að fá að þakka að kærlega fyrir að koma. Hvar stöndum við í bókaskrif núna? Núna er september, er bók á leiðinni jólin? Já, það kemur bók bara í byrjun nóvember. Hún er löngu tilbúin, ég mann varla hvað hún var. Já, það. En hún er sérst fólk sem að fer út upp á heiði að veiða rjúpur, eina helgi vinahópur, svona 4 saman og lendi í óveri og lenda í svona veiðihúsi sem þau ætluðu ekki að fara í og það gerast hræðilegi hlutir og ekki allir koma heilir heim úr þeirri ferð. Hún gerist öll bara á einni nóttu eiginlega í veiðikofa í óveri. Okay. Ég held að það, þú veist, mér fannst rosalega gaman að skrifa þessa bók. Já, það. Ég vona að fólk hafi gaman að lesa hana yfir í snjónum jólin. Einmitt, en þú sem þessi gamla sál aðeins og, er það bannað að fara í eitthvað svona sci-fi dæmi? Er eitthvað út í blindbil og kemur eitthvað White Walker? Já, ég er ekki þar sko. Nei. Vegna þess að eiginlega vegna þess að ég er, þú veist, alin uppi þessar gömlu klassísku glæpasögur þar sem þú mátt ekki svindla lesandan. Já. Og mér finnst að vera, þú veist, það er bara annar bók, þú veist, bókaheimur. Bara frábær tegund, þú veist, fantasíu bækur eða sci-fi bækur. En ég er bara ekki að skrifa það, en ég, veist, ef þú kaupir bók sem er glæpasaga þá held ég að lesandi búist við því að það sé allt svona nokkuð rökrétt. Þannig að það verður ekkit svona í bókinni, þetta er allt bara þetta er bara allt það hvað mannfólkið er vont. Algjörlega, engin svikin. Nei. Glæsilegt Ragnar, takk kærlega fyrir spjallið og gangið vel með framhaldið. Takk kærlega fyrir.